Kæru gestir, gaman að sjá okkur svo mörg hér og einhverjir að fylgjast með okkur í streymi líka á netinu. Og velkomin á þennan kynningafund verkefnisstjórnar rammaáætlunar, þar sem verður farið yfir áherslurnar í vinnunni og svona hvað framundan. Og formenn faghópa mun líka farið yfir sína vinnu og við fáum líka kynningu frá Landmælingum Íslands. En dagskráin við hleypum bara örsnögt á henni. Fyrst kemur formaður verkefnisstjórnar Jón Geir Pétursson og fer yfir þessar áherslur í vinnunni. Svo fáum við kynningu á landupplýsingakerfi og miðlun þeirra fyrir rammaáætlun. Og það eru þær Ásta Kristín Óladóttir og Mikaela Hrabalíková. Það var í lagi, já. Frá Landmælingum Íslands sem ætla að kynna það. Og svo koma formennir í röð. Hafdís Hanna Ægisdóttir, formaður faghóps 1, Anna Þóra Sæþórsdóttir, formaður faghóps 2 og Jón Ásgeir Kalmansson, formaður faghóps 3 og svo kemur Páll Jansson, formaður faghóps 4 og fara hvert yfir sitt svið. Ég heiti sjálfur Þórgnýr Dýrfjörð og sitt í verkefnisstjórninni og ætla að reyna að vera fundarstjóri hérna í dag. Það mjög mikið efni og það heilmikil áskorun að komast yfir það með það í huga að hafa pláss fyrir umræður og fyrirspurnir í restina, en við ætlum að reyna. Rétt að láta okkur vita af því að við höfum í sjálfu sér salinn lengur enn til 12, þannig að þeir sem ekki alveg í spreng klukkan 12, þá möguleiki að sitja lengur og spjalla ef við þurfum á því að halda. Við ætlum að reyna að halda okkur við tímaplanið eins og við mögulega getum. Þá kemur hér fyrstur Jón Geir Pétursson, formaður. Gjörðu svo vel. Takk hérlega Þórgnýr og verið velkomin öll sömul. Ég heiti Jón Geir Pétursson, starfa sem prófessor við Háskóla Íslands og formaður verkefnisstjórnar 5. áfanga rammaáætlunar. Ég ætla hér í nokkrum orðum í upphafi að fjalla stöðu vinnuverkefnisstjórnar, hvað verkefnisstjórn að fást við og hvaða fyrirbæri það eru. Þannig ég ætlaði að fara í gegnum það svona skipulega. Ég ætlaði að því við erum á streymi og við erum líka tökum að funda upp, þannig að hann aðgengilegur þeir sem hvorki komast hingað eða fylgjast á streyminu. Þannig ég kannski með dálítið fleiri glærur heldur en nær raunverulega tala því þær eru þá með efnisþáttur sem okkur finnst skipta máli í svona þessu samhengi kynningarinnar. Þannig ég ætlaði rétt í upphafi að vera með stuttan inngang og síðan í raun og veru að fókusera sérstaklega á þá virkjanakosti sem rammaáætlun núna að fást við. Og bara rétt að tæpa á því, við erum sem sagt 6 sem erum í verkefnisstjórn rammaáætlunar. Ég, Ása Aradóttir, Guðrún Sævarsdóttir, Ólafur Adolfsson, Agnes Stefánsdóttir og Þórgnýr Dýrfjörð. Við vorum skipuð af 3 ráðherrum á sínum tíma, en það ágætt að nefna það að eftir síðustu breytingar í stjórnarráðinu að þá í raun og veru öll þessi hlutverk á höndum eins ráðuneyti sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið. Við höfum skipað 4 faghópa samtímis sem eru leiddir af mjög öflugum sérfræðingum og viðkomandi sviði sem kynna sig betur og koma hér fram og eftir. Hafdís Hanna, Anna Dóra, Jón Ásgeir og Páll sem endurspegla þessar ólíku stoðir í vinnu stjórntækisins rammaáætlunar sem faghóparnir standa fyrir. Ég ætla ekki að eyða tíma í mörgum orðum í markmið, bakgrunn, framkvæmd, en vildi bara halda því til haga því það skiptir máli í öllu samhengi umræðu störf verkefnisstjórnar rammaáætlunar að við vinnum samkvæmt lögum og markmið þessara laga eru býsna skýr það að okkur beri að vega og meta saman ólíka þætti þegar við fjöllum þá virkjanakosti sem okkur eru sendir og það skiptir líka mjög miklu máli að við vinnum tillögur. Verkefnisstjórn vinnur tillögur, hún ákvarðar ekki. Hún vinnur tillögur, þær tillögur ganga til ráðherra sem getur eftir atvikum unnið með tillögurnar og síðan undirbýr ráðherra þingsályktunartillögu sem leggur fyrir Alþingi. Alþingi getur eftir atvikum gert breytingar eða kýs svo á þeim tillögum sem fyrir það eru lagðar og það þar sem ákvörðunin á sér stað. Þannig að það mjög mikilvægt að skilja í samhengi þess hvað við erum nákvæmlega að fást við. Það tillögugerð og það faglegt mat til þess að undirbúa seinni tíma ákvarðanatöku. Rammaáætlun búin að vera til og vera með þjóðinni í langan tíma. Hún hófst
formlega árið 1999 eftir enda býsna langan aðdraganda og ég ætla ekki að eyða tíma í að rekja þessi þrep sem eru hér á þessari glæru, en skiptir máli að hún var lögfest árið 2011 og lögin tóku svo að fullu gildi árið 2013 við samþykkt fyrstu þingsályktunartillögunnar og mikil tímamót í vinnunni voru síðastliðið sumar þegar svokallað þriðji áfangi áætlunarinnar var samþykktur í júní síðastliðnum á Alþingi. Vinna fjórða áfangans, hún gekk til þess 5. Við erum svokallað 5. áfangi, en undirstrika það að við lítum svo á að vinna verkefnisstjórnar samfelluvinna yfir þennan langan tíma og inn í framtíðina og þar með ákveðið hagræði að tala þessa áfanga 1, 2, 3, 4, 5 en eðli vinnunar þessi samfellu vinna og vinna fjórða áfangans, hún gekk til okkar í þess 5. Þannig að þetta vildi ég bara svona rétt nefna í hinum stutta inngangi. Nú, virkjanakostir til umfjöllunar. Í vinnslu hjá verkefnisstjórn núna, árið í fyrra og núna í ár, eins og við sjáum það fyrir okkur, eru 3 pakkar, ef við getum skipt í þannig niður. Númer 1, virkjanakostir í biðflokki sem Alþingi við þær breytingar sem það gerði á áætluninni í júní síðastliðnum óskaði yrðu endurmetnir. Númer 2, vindorkukostir og eins og ég kem betur inn á eftir og þróun aðferða við mat á staðarvali vindorkuvera. Og svo númer 3 eru aðrir vindorkukostir í vatnsafli og jarðvarma sem voru sendið til fjórða áfangans. Við erum ekki með nú stundir í vinnslu, það sem þarna númer 4, sem sem sagt það að það verður gerðar breytingar á lögum rammaáætlun í fyrra, sem að færðu það verkefni í raun og veru úr stjórntækinu að fást við flestar gerðir stækkana á núverandi starfandi virkjunum og svo aðrir virkjanakostir sem eru í biðflokki áætlunarinnar samkvæmt ákvörðun þingsins frá því í sumar. Þeir eru 8, 4 í vatnsafli og 4 í jarðvarma. Þannig ég vildi bara draga þetta alveg skýrt fram þannig að þetta lagi fyrir hvernig við erum sem sagt að skipuleggja vinnuna núna. Fyrst á listanum var endurmat á virkjanakostum í biðflokki eftir breytingar Alþingis í sumar. Það voru gerðar breytingar á því sem að heita 8 virkjanakostir en þeir breyting þannig að þeir væru færðir í biðflokk. Það voru reyndar gerðar mun umfangsmeiri breytingar á tillögunum í þinginu en þetta er það verkefni sem okkur var sent og það eru þessir kostir Kjalölduveita, Skrokkölduvirkjun, Holtavirkjun, Urriðafossvirkjun og Héraðsvötn sem eru tillögur í raun og veru sem snúast að minnsta kosti 4 mismunandi útfærslur. Við erum með það verkefni og ég vildi taka það sérstaklega fram að okkur falið endurmat á kostunum en okkur ekki falið að endurmeta þá í heild. Okkur falið það að endurmeta þau atriði sem að umhverfis- og samgöngunefnd, meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar tilgreindi. Og þetta höfum við fengið líka mjög góða aðstóð að túlka meðal annars með aðkomu þessi ráðuneyti sem að við erum til ráðgjafar það að við erum ekki að vinna nýtt heildarmat heldur eingöngu mat á þeim þáttum sem að þingið óskaði. Þetta eru verkefni sem við höfum verið að móta og koma af stað og ég ætlaði bara svona rétt að tæpa á þessu af því að tíminn ekki svo langur sem við höfum ætlað okkur í að tilmæli þingsins varðandi Skrokkölduvirkjun lutu fyrst og fremst að því að það yrði skoða betur með annars vegar mögulegar skerðingar á víðernum og svo nálað við Vatnajökulsþjóðgarð. Og tilmæli þingsins eru þarna í textanum fyrir ofan sem ég skáletraði sem að ég ætla ekki að eyða tímanum í að lesa upp en þið hafið þetta í glærunum og á grunni þessara beiðni erum við að móta verkefni sem að taka þá nákvæmlega á þessum þáttum sem að þingi biður þarna. Hvað var það Kjalölduveitu? Já, fyrirgefið ef ég hoppa tilbaka Skrokkölduvirkjun sem var færð úr nýtingarflokki, tillaga verkefnisstjórnar var nýtingarflokkur og hún var færð í biðflokk. Kjalölduveita, hún var hins vegar færð úr verndarflokki í biðflokk og þar voru í raun og veru tilmæli Alþingis kannski fyrst og síðast að til verkefnisstjórnar að hún myndi skoða betur og tryggja að meðferð verkefnisstjórnar og stjórnsýsla á virkjanakostinum hefði verið fullnægjandi. Það er verkefni sem við erum líka að takast á við. Númer 4, Héraðsvötn, þau voru færð úr verndarflokki í biðflokk. Þar
fyrst og fremst fjallað verkefni sem að lúta að vinnu faghóps 1 og þar hefur verkefnisstjórn áform að fela faghóp 1 að vinna skoðun á þeim þáttum sem að þingið að biðja að séu skoðaði betur. Hvað var þar Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun í Þjórsá, þá voru þær færðar úr nýtingaflokki í biðflokk. Það eru nokkuð löng tilmæli sem þarna eru og þau lúta fyrst og fremst að þáttum sem eru á málefnasviði faghóps 3 og 4, samfélagslega áhrif og efnahagslega áhrif og það sem sagt sama sagan þar og þar erum við þá að vinna af því að skilgreina verkefni sem við erum að vonast til að geta ráðist í sem fyrst til þess að koma til móts við þessi tilmæli. Nú, summa þetta upp, þetta endurmat þegar það mun liggja fyrir og þegar verkefnisstjórn hefur fengið afurðirnar í sínar hendur, þá þarf hún að gera tillögur að nýrri flokkun þessara kosta og þá tekur við þessi hefðbundna málsmeðferð laganna í sambandi við umsagnarferli og annað. Ekki kannski svo óskaplega ólíkt því þegar voru gerðar breytingar í kjölfar samþykktar annars áfanga og það voru svona sértæk verkefni búin til meðal annars laxfiska í Þjórsá á þeim tíma þar sem að málsmeðferðin var að einhver leyti ekki svo giska óáþekk því sem við sjáum fyrir okkur þarna. Nú, síðan vindorkan. Vindorkan eitt af þessum stóru viðfangsefnum sem við erum að setja í forgang og erum að vinna með. Vindorka auðvitað hluti af rammaáætlun, svo það sé bara sagt og það ágætt að vitna þarna í afgreiðslu þingsins á þriðja áfangunum hvað varðar það og Alþingi hefur þá þegar ákvarðað 2 vindorkuver og það í nýtingaflokk. Búrfellslund og Blöndulund. Það eru 24 vindorkuverkefni sem hafa verið send til verkefnisstjórnar í gegnum Orkustofnun. Það kunna mögulega að koma fleiri, það kunna mögulega einhverjum að fækka. Þetta aðeins hreyfanlegt en Orkustofnun í raun og veru með opið fyrir virkjunaraðila til þess að senda inn þessa kosti. Og listi yfir þetta á ágætri heimasíðu Orkustofnunar þar sem þessi verkefni eru listuð upp eins og það hafa verið send frá stofnun, eins og það hafa verið skilgreind frá virkjunaraðilunum til Orkustofnunar og svo send frá Orkustofnun til okkar. Þau eru þessi, þau eru 24, ég ætla ekki að kafa inn í þau, þetta eru hlutir sem við erum með í vinnslu. Og ég að miða þarna við eins og þetta leit út í upphafi árs. Þetta mögulega eitthvað sem hefur og mun taka einhverjum breytingum. Þetta víð land, þessi verkefni, og við erum að byggja upp sérstakt veftækin til þess að skoða þetta mjög nákvæmlega og það einmitt efni kynningar landmælingar hérna eftir. Sem sagt að kafa onni það hvernig við erum að reyna að skilja hvernig þetta raðast í landið. Við viljum nefna sérstaklega hérna vindorka nýgerð orkunýtingar á Íslandi. Við höfum lagt mikla áherslu að reyna að byggja upp þekkingu og þróa heppilega rétta greiningarramma fyrir vindorku. Það hefur verið eitthvað sem við höfum lagt mikla áherslu af því að við viljum tryggja fagleg gæði á því mati og þeirri ráðgjöf sem okkur ætlaði veita stjórnvöldum þetta tiltekna viðfangsefni. Við höfum líka lært það að þetta fellur skínandi vel að stjórntækinu rammaáætlun. Þessar greiningar geta mjög mikið byggst á mjög sambærilegri aðferðafræði eins og á við vatnsaflið og jarðvarmann þó að það séu ýmsir þættir sem séu sértækir fyrir þessa gerð orkunýtingar. Þannig að við höfum verið að byggja upp þetta landupplýsingakerfi sem styður síðan við þessar fjölþáttagreiningar okkar og það það sem landmælingar ætla að fjalla betur og eftir hvernig við erum að nota það sem miðlægt tæki til þess að átta okkur á öllu þessu mengi áður við síðan getum summað inn á einstaka kosti. Það mikil umræða vindorkun í samfélaginu og við vildum líka að hér kæmi fram að við fylgjumst að sjálfsögðu vel með þessari umræðu. Okkar hlutverk að veita ráðgjöf til stjórnvalda. Þannig að það mikil umræða, það sérstakur starfshópur á vegum stjórnvalda sem að fjalla regluverki kringum vindorkunýtinguna, meðal annars út frá ákvæðum í sáttmála núverandi ríkisstjórnar. Það hafa komið mjög nýlega fram, bara fyrir nokkrum vikum síðan, mjög yfirgripsmiklar upplýsingar ýmsa orkufræðilega þætti, varðandi mögulegt hlutverk sveiflukendrar orku eins og vindorkan í lokuðu orkukerfi Íslands. Það var bent á í þingsályktunartillögunni að það væri vilji til þess að vinna meira með þessa þætti sem lúta að stefnu auðlindina, arð og eignarhald og annað slíkt. Þetta
þetta tefur ekki vinnu okkar í verkefnisstjórninni, en ég vildi bara draga fram að við erum mjög vel upplýst þetta og jafnvel að einhver leyti stundum beðin þátttöku í umræðu einhverja þessa þætti. Vindorkuna erum við semst að vinna þá þannig í svona því sem við gætum kannski kalla 2 þrep. Fyrsta þrepið staðsetning og greining og öllu þessum kostum sem okkur eru sendir. Það aflar yfirsýnar yfir vindorkuverkefnin og það mjög mikilvægt fyrir þess aðferðafræði sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur beitt og beitir, að geta borið kosti saman innbyrðis, að það sé ekki bara einhver einn en einhver 2. Þannig að við höfum þessa yfirsýn og það geipilegur mikið hagræði og vinnusparnaður að vinna með einhvern eitt miðlægt stjórntæki sem allir faghóparnir hafa aðgang að. Síðan upp úr því höfum við áformum að vinna þá dýpri greiningu á völdum engi vindorkukosta. Og það eru fjöldamargir þættir sem spil inn í, sem ég kannski bara hef ekki tíma núna til þess að rekja, en þeir eru hér listaðir upp á glærunni hjá okkur. Það eru hlutir sem að lúta af hversu vel búið að staðsetja vindmyllurnar inn á viðkomandi svæði. Það hefur augljóslega mjög mikil áhrif á sýnileikann, hvar það nákvæmlega eru staðsettar. Við erum með landfræðilegt gott tæki núna til þess að vinna með fullt af þessum þáttum, staða vindrannsókna, samráðs, hver landréttindin, aðgengin, tengimöguleikar, þetta nálægt byggð, þetta nálægt þéttbýli, þetta í óbyggðum, alls konar breytur sem að þetta getur, aðgengi að jöfnunarafli, hver áform virkjunaraðila, þau eru mörg, þau eru margvísleg, við höfum fengið mjög góðar kynningar frá öllum vindorku framkvæmdaaðilunum, þar sem að þeir fylgdu eftir sínum gögnum sem þeir höfðu sent inn í gegnum Orkustofnun, þannig að út frá þessu öllu saman erum við að vinna. Því að samhliða þessu þá höfum við áformum að upp úr þessu geti komið eitthvað sem við köllum vinnuröð. Við getum þá tekist á við eitthvað mengi vindorkukosta til þess að vinna dýpri greiningar þegar við höfum reynt að setja alla kostina í þetta samhengi sem ég var að reyna að koma inn á hérna áðan. Liggur ekki endalega fyrir hversu mörg þau yrðu þó í þessari svokölluðu fyrstu lotu eins og við erum að hugsa, en það akkurat það sem við erum að vinna inn núna. En við höfum þó þetta starra mengi kosta í þessari innri röðun sem mikilvæg fyrir okkur að geta gert. Og þá eru það greiningar að sjálfsögðu sem eru unnar af okkar ágætu faghópum. Þetta var með vindorkuna. Þriðja stoðin í því sem við erum að fást við eru síðan aðrir virkjanakostir sem höfðu komið inn í 4. áfangan, gengu til okkar, og þeir eru þessir 4. Það eru 3 vatnsaflsvirkjanir, Hamarsvirkjun, Skúfnavatnavirkjun, Hamarsvirkjun í Hamarsfirði, Skúfnavatnavirkjun í Ófeigsfirði og Glámuvirkjun á Glámuhálendinu og getur birst reyndar í tveimur útfærslum á Vestfjörðum. Og svo Bolaalda sem jarðvarmavirkjun hérna upp á Hellisheiði. Það var þó svolítið vinna sem fór fram í 4. áfanga á þessum fyrstu 3, en gögnin fyrir jarðvarmavirkjun og Bolaaldu komu inn núna til okkar. Þannig að það styttra á veg komið. Þannig að við hyggjumst takast á við sem sagt að fullnusta greiningarnar á þessum kostum líka. Nú, Þórgnir brýndi fyrir okkur og mér að halda tímann og ég ætlaði að reyna að vera bara búinn 20 mínútur yfir. Þannig að samantekið, bara svona í lokin á þessum inngangi mínum, þá eru þetta sem sagt þeir kostir sem eru í vinnslu hjá okkur núna. Það eru þessir 4 sem fyrirgefið það sem sagt Héraðsvötn, Kjalalda, Skrokkalda, Urriðafoss og Holtavirkjun sem þessir endurmatskostir. Það Hamarsvirkjun, Skúfnavatnavirkjun, Glámuvirkjun sem eru vatnsorkukostir og Bolaalda sem jarðhiti, og svo erum við að vinna út frá þessu sem ég dró fram með núna 24 vindorkukosti. Samanlagt eru þetta stærðir, þetta eru grófar stærðir, svo ég bara segi það klárlega í sambandi við umfang orkuöflunarinnar sem liggur undir í þeim áformum sem þarna birtast, að þetta ekki alveg nákvæmar tölur og eru settar fram með ákveðinu óvissu til okkar og við erum meðvituð það. En þetta gefur tilfinningu fyrir umfangin. Það fyrst og fremst það sem að ég ætlaði mér að gera með því að taka þetta saman hér í lokin og bara svona summera þetta í einn punkt. Áður en ég segi bara takk fyrir mig og eins og Þórgnir nefndi þá eru hugmyndin hjá okkur spurningar og umræður og þær fara fram á eftir, þannig við tökum bara kynningarna fyrst og síðan þá ef það eru spurningar til mín og eða annara þá kemur það. Takk. Þetta var mjög glæsilega gert. Takk fyrir Jón Geir. Ég var búinn að hugsa á allavega 5 mínútur fram yfir eða kannski 10.
En við fáum þá kynninguna frá Landmælingum Íslands næst og það Ásta Kristín og Mikaela sem ætla að taka við. Nú Ásta Kristín bara, gjör svo vel. Já, komið þið sæl. Ég heiti semst Ásta og ég ætla að kynna hvað við Mikaela, samstarfskona minn hjá Landmælingum, höfum verið að vinna fyrir verkefnisstjórn og faghópa rammaáætlunar og eins og Jónge nefndi þá erum við aðalega að vinna með vindinn núna. En erindi okkar heitir Kort og gögn styðja við stefnumótun. Ég ætla fyrst að útskýra hvað við hjá Landmælingum vorum fengin til verksins. Undanfarin ár höfum við haft það hlutverk að hvetja og aðstoða opinbera aðila til þess að veita aðgengi að kortagögnum sínum samkvæmt lögum. Þessi vinna hefur gengið vel og nú svo komið að hægt að tengjast mikið af gögnunum í opnu streymi og þannig getur maður verið viss að maður sé með uppfærða útgáfu á gögnunum hverju sinni. Starfsfólk flestra stofnana alltaf vilja gert þegar kemur að aðgengismálum. En það oft upptekið við önnur verkefni sem sett ofar í forgang og það því heilmikið verk en óunnið í þessum málum. Það kemur sér enn vel að vita hvaða gögn eru til, hver heldur utan þau og hvert á að senda tölvupóst til þess að biðja gögnin og vona svo að hann sé svarað fljótt og örugglega. En við teljum að verðmæti gagna aukist þegar þau eru gerð aðgengileg og þeir raun og veru dýrmætt tækifæri fyrir stofnanir að koma sínum hagsmunum á framfæri. En hagsmunirnir geta verið allt frá verndun lífríkis til betri nýtingu innviða og ýta undir skipulagt sig í kringum þá. Allt gerist einhvers staðar og svo flestir opinberir aðilar með einhvers konar kortagögn, svo það á nóg að taka. Þessi vinna hefur gert okkur hjá Landmælingum að sérfræðingum í alls konar kortagögnum og við höfum orðið bara mjög góða yfirsýn yfir hvernig þessi mál standa. Hérna á myndinni má sjá kortaglugga laga sem við erum að innleiða og heita því þjálanafni lög grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar. En í honum hægt að skoða saman kortagögn úr ýmsum áttum og hann opinn öllum á þessari slóð. En hvernig getur þessi reynsla nýst okkur í rammaáætlun? Jú, okkar fyrsta verk var að útbúa vinnukortasjá fyrir hópinn, þar sem við höfum safnað saman gögnum sem við höldum að geta nýst faghópunum. Við nýtum einnig vinnusjána til að máta stillingar fyrir greiningar og þróa aðferðir eins og Jón Geir nefndi. En langstæðstur hluti gagnanna í vinnukortasjáni nú þegar opinn og meðal annars hægt að skoða í kortagluggan sem sýndi hérna á undan. Okkar hlutverk þá í raun að reiða fram matseðil gagna fyrir faghópa þar sem reyndir sérfræðingar hver á sínu sviði sitja. En þau getur svo valið hvað gögn skuli nýta. Kortagögn mjög hjálpleg til þess að taka upplýstar ákvarðanir sem taka mið af ólíkum þáttum, svo sem náttúru, menningu, sögu, byggðaþróun, svo eitthvað sem nefnt. En í kortasjáni núna, vinnusjáni, núna yfir 170 sjónarhorn af yfir 120 gagnalögum frá tæplega 20 aðilum. Það er mjög mikið efnið hann inni. Hér við sett upp ýmis gögn tengd vernd, en flestra gagnanna getið í lagasafni Alþingis. Ofan hef ég svo lagt staðsýningar umsóknar vindorkugarða. Næsta mál dagskrá hjá okkur að búa til upplýsingakortasjá rammaáætlunar, þar sem verður meðal annars hægt að skoða umsóknir, tillögur og niðurstöðu fyrir áfanga rammaáætlunar. Þar sem við Mikaela komum ferskar að rammaáætlun núna í haust, áttum við okkur strax á því að það nokkuð flókið að setja sig inn í þetta. Það eru áfangar og tegundir og flokkanir verkin að kosta og við erum vissar að það myndi hjálpa mjög mikið að geta skoðað þetta allt saman korti. Annað sem við benda á að upplausn gagna mjög misjöfn. Stundum stafar það því að gögnin eru einfaldlega ekki safnað í mikilli upplausn, enda hugsuð fyrir kort í litlum mælikvörðum. En önnur ástæða getur verið að viðkvæm gögn einungis hægt að birta ef upplausn þeirra minnkuð talsvert. Og þetta getur átt við til dæmis stýritegundir á válistum. Þar sem við erum ennþá að fínpúsa til þessi eldri gögn úr rammaáætlun, þá birti ég hérna sjónarorð lífríkis úr vinnukortasjáni. En þessari kortagagnarsúpu sem ég viljandi svolítið þykka,
Meðal annars hægt að skoða farleiðir ákveðna fuglategunda, reitakerfi sem unnið upp úr GPS-upplýsingum frá hreindýrum, ásamt tilgátukortum útbreiðslu og farleiðir nokkurra dýrategunda. Það ekki bara gögn tengt vernd og lífríki inn í vinnukortasjánni, heldur heilmikið tengt innviðum, landnýtingu, ferðamennsku og vöktun. Auðvelt fyrir faghópana að raða upp kortagögnum af eigin vali og þið inn á ákveðin svæði og búa til hlekk sem svo hægt að senda á milli sín. En hér á myndinni má sjá eignamörk, þjóðlendur, vegakerfi, flutningsnet raforku, mannvirki og virkjanir. Síðast en ekki síst þá þrívíddin. Eðli málsins samkvæmt geta háar vindtúrbínur verið nokkuð áberandi í landslaginu og því hefur við einnig útbúið kortatól þar sem hægt að skoða umsóknir vindorkugarði þrívídd. Tólið nokkuð öflugt en í því getur notandinn auðveldlega stillt upp eigin greiningum til þess að skoða hvernig túrbínurnar eru sýnilega frá sjónarhorni að eigin vali. Notandi getur líka valið veður eða skoða mismunandi birtuskilyrði með við ákveðna dagsetningu og tíma dags. Þar sem vindtúrbínurnar eru háfyrirbæri falla þær undir lögum loftferðir en í þeim til dæmis kafli tilkynningaskyldu hindranir og truflanir vegna umferðar í lofti og svo það byggingarreglugerð þar sem fjallar merkingar vegna flugumferðaröryggis. Þrívíddarsjáin okkar ræður enn sem komið ekki við viðvörunarlýsingar og snúning spaða vindtúrbínanna. Við ætlum að gera tilraun til að sýna tólið hérna eftir, ég vona það muni ganga vel. Hérna komið svona talsvert út fyrir mitt þægindasvið, en ég leyfi þessari leiðbeiningarmynd frá Samgöngu- og fjarskiptastofu Finnlands að fljóta með sem sýnir hvernig vindorkugarðar á að merkja með ljósum, ýmist stöðugum eða blikkandi rauðum eða hvítum. Við nýtum þrívíddina einnig að gera sýnileikagreiningar en í þeim eru þrívíddamódel í landinu notuð til þess að reikna út hve margar vindtúrbínur munu sjást á svæði hverrar umsóknar. En þegar svona greiningar eru gerðar er mikilvægt að velja vandlega stillingarnar. Við hjá Landmælingum höfum farið í gegnum reglugerðir nokkurra landa, bæði nágrannalanda okkar og einnig frá heimalandi hennar Mikaelu, Tékklandi. Og við munum semst gera sýnileikagreiningar fyrir alla kostina með samræmdum hætti þegar búið er að ákveða hvaða landi við munum fylgja. Og ég vil bara nefna það að þessar skilgreiningar miða við að vindtúrbínur séu 150 til 160 metrar háar og þá erum við að tala heildarhæð. Eðli málsins samkvæmt eykst sýnileiki með hæð. Meiri hluti umsóttra vindtúrbína er yfir 200 metrar háar og þá erum við eftir að tala heildarhæð, vindtúrbína og spaðar. En það er jafnframt hæstu túrbína sem sótt er Lægsta vindtúrbína sem sótt er 137 metrar há og meðal heildarhæð allra umsóttra túrbína 180 metrar. Þess má geta að Hallgrímskirkja er tæplega 75 metrar há en efstu punktur hennar er mögulega í svona augn eða ennishæð við frelsisstyttuna sem er hérna á myndinni lengst til vinstri. Svona líta svona sýnileika greiningar út. Hérna erum við að notast við stillingar úr skosku og dönsku reglugerðunum. En bæði löndin miða við 150 metra heildarhæð vindtúrbína og sínum útreikningum. Vindheimavirkjun við Þelamörk gerir einmitt ráð fyrir 150 metra háum vindtúrbínum. Og eins og ég sagði áðan þá verður þetta reikna út á samræmdra fyrir allar umsóknir samkvæmt þeim gögnum sem borist hafa. Greiningarna sýna sjónræn áhrif hvers vindorkugars fyrir sig og því er mikilvægt að nákvæm staðsetning á vindtúrbínum fylgi umsóknum. Þarna er smá skýring á hvað litirnir þýða þarna. Rauður sýnir svæði þar sem flestar túrbínur myndu sjást og blá svæði þar sem einungis ein væri sýnileg. Og þessi mynd á líka sýna að sjónrænu áhrifin minnka svo eftir því sem lengra dregur og það er þá bara mismunandi metið eftir þessum mismunandi reglugerðum landanna. Þá ætla ég bara að sýna ykkur hvernig það virkar og
við reyndum þetta áðan hérna á netinu en það var svona svolítið hægt, þetta aðeins tómt þar sem allt landið undir, þannig ég ætla bara að spila vídeo sem reyna það með skorti. Og koma svo. Já. Hérna, þetta sem þá bara tól sem á netinu, þar sem allir kostinir eru undir og það bara hægt að gera alls konar þannig inni, það hægt að mæla og stilla upp eigin greiningum eins og ég sagði áðan. Þannig verið að búa til svona sýnileika greiningu og þá bæði hægt að sjá, þú veist, frá völdu sjónarhorni miðað við bara mannshæð, hvort og hvernig vindtúrbínurnar myndu sjást. Og þannig erum við þá að setja svona punkta, við erum að spyrja hvort við myndum sjá viðkomandi fyrirbæri sem við erum að benda á. Það að velja hvaða stað sem Og við vonumst þess að ná að geta hreyft túrbínurnar og auðvitað skiptir lýsingin mjög miklu máli líka, sérstaklega í óbyggðum kannski. Þarna sjáum við að línurnar eru grænar og það þýðir að þær eru sjáanlega frá þessum punkti og svo hægt að færa bara punktinn til, bara eins og manneskju var ræðið, þetta svona miðað við augnhæð manneskju. Þarna erum við komin bak við bygginguna og þá sjáum við ekki neitt. Já, þarna tókum við bygginguna út, þess vegna fórum við að sjá aftur og svo hægt að færa til og hérna getum við svo stillt aðeins til veðrið. Það hægt að velja bæði skýjahölu og úrkomu og sjá hvernig svona ásýndin breytist. Það væri mjög gott að vita líka hvað tegund vindtúrbínurnar eru upp á að geta gert svona einhverja hávaðagreiningar. Það mjög misjafnt eftir tegund hvernig hávaðin Það er þægilegt að hafa bara svona hendina dagsdaglega þetta að geta valið sér veður en og svo þarna þetta með dagsbirtuna. Það hægt að velja bara á dagatalinu einhverja dagsetningu og sjá svo hvernig sýnileikinn breytist. En þarna hefur auðvitað verið mjög gott að hafa ljósin og snúningsspaðana. Þetta rétt að klárast, bara leyfa svona. En þetta bara á að vera mjög handhægt tól og svona við stefnum á því að gera þetta líka bara opið þannig að fólk geti svona feykt að því og svo prófa sig áfram með þetta. Það hægt að bæta inn alls konar stoðgögnum en þarna höfum við ákveðið að sýna bara þessi svæði. Já, þá þetta bara komið held ég. Takk fyrir. Kæra þakkir Ásta Kristín og Mikaela, þó þú hafi ekki verið í ponti. Það hefur tekið mikil snjó fyrir norðan, ég kem að norðan og við skíða áhuga fólk hafa miklar áhyggjur, þannig að það spurning að þið myndi vilja græja fyrir okkur snjókomu í logni gjarnan. En þá komið að því að formenn faghópanna kynni vinnu hvers hóps fyrir sig. Mér langar að biðja ykkur að koma bara hvert á eftir öðru, þannig að ég sé ekki að eyða tíma með því að stökkva hérna upp á milli. Og
það þá Hafdís Hanna frá faghópi 1 og Anna Dóra frá faghópi 2, Jón Ásgeir faghópi 3 og Páll Jensson, og þau kynna sig og vinnuna betur þegar þau birtast hér í pontunni. Gjörið svo vel. Góðan daginn og gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í dag. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og formaður faghóps 1 í 5. áfanga rammaáætlunar, en faghópur 1 einmitt fjallar náttúru og menningarminjar. Ég forstöðumaður stofnunar Sæmundar Fróða sjálfbæra þróun hérna við Háskóla Íslands. Faghópur 1, okkar skipunarbréf fyrir 5. áfanga, þar segir að okkar verkefni sé að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til náttúru, menningarminja, landslags og víðerna. Þannig að við höfum ansið svona víðfeðmt hlutverk og verkefni. Og ég þeirra að gæmi aðnjótandi að hafa með mér frábæran hóp sérfræðinga í faghópnum. Við erum með mér 10 og þessi hópur sérfræðinga dekkar þá í rauninni allt það sem við erum að fjalla og okkar verkefni. Hvort sem það fornleifafræði, landslag og víðerni, jarðfræði, fugla, vatnafar og vatnadýr og vistkerfi og plöntur. Þannig að það mikil þekking í þessum hópi. En hvernig nálgumst við viðfangsefnið? Jú, til þess að meta verðmæti landsvæðanna, þar sem finna má virkjunarkosti og áhrif virkjunar á þessi verðmæti, þá notast við mjög vel þróað aðferðafræði sem var þróuð í fyrstu áföngum rammaáætlunar og hefur svona verið að þróast svo á síðustu árum. Og þessi aðferðafræði hún byggir á fjölþættagreiningu og heildstæðu mati, þar sem viðföng og undir viðföng sem ég mun koma að hérna á eftir betur eru metin út frá hlutlægum mælikvörðum. Og mat sérfræðinganna í faghópnum er líka byggt á bestu fáanlegu gögnum sem við höfum og við leggjum mikla áherslu á samræmi í mati og gegnsæi. Og þó að aðferðafræðin sé vel þróuð þá er hún að sjálfsögðu endurskoðuð reglulega með tilliti til áherslna í náttúruverndarlögum og faglegrar þróunar, til dæmis þróun verndarviðmiða, stöðu þekkingar og framboðs á gögnum. Hvernig fer vinna svo fram? Jú, við byrjum á því að afmarka landsvæði og matsvæðin. Svo förum við í að afla gagna og heimilda einstök svæði og viðföng og tökum þessi gögn saman. Svo metum við verðmæti svæðanna og svo skerðingu á verðmætum, sem mat á áhrifum þessara virkjunarkosta. Og svo eru heildaráhrifin tekin saman og við notum svo kallaða AHB-röðun eftir því sem við á. En við byrjum að útskýra aðeins betur þessa vinnu og fara þá í afmörkun á landsvæðunum, að þá það aðeins mismunandi eftir hvort við erum að ræða vatnsorku, jarðvarma eða vindorku. Við vatnsorkuna þá miðað við vatnasvið ofan fyrirhugaðra stíflumannvirkja og þar fyrir neðan miðað við megin farveginn og næsta nágranna hans, 500 metra út frá miðlínu. Fyrir jarðvarmann þá miðað við útbreiðslu jarðhita samkvæmt viðnámsmælingum, en einnig tekið tillit til jarðminja og landslagsheild á yfirborði, alltaf 5 km út fyrir viðnámssvæðið. Fyrir vindorkuna sem okkar svona nýjasta viðfangsefni, en vindorkusvæði komið fyrst til mats í 3. áfanga og í 4. áfanga var unnið að rannsóknum á þróun aðferða við mat á sérstaklega landslagsáhrifunum. En víðtækustu umhverfisáhrif vindorku vera að lúta að landslagi, eins og kom kannski glöggt í ljós hérna á þrívíddarkortinu áðan. Og á grundvelli þessara rannsóknarniðurstöðna þá ákvað faghópurinn í 4. áfanga að skipta þessum matsvæðum í tvennt við að afmarka landsvæðin fyrir vindorkuna, að þá var það við mat á verðmætu landslags og óbyggðra víðerna var horft til svæðis með 25 km radíus frá virkjun, en var miðað við 10 km radíus fyrir önnur viðföng. Svo eru áhrif orkuvinnslunar
og þau eru þrenns konar. Það er annars vegar mannvirkjasvæðið, þar sem má búast við að virkjun geti valdið verulegum eða óafturkræfum breytingum á náttúrum og menningarminjum. Og þá erum við að tala um byggingar, stíflur, borpalla, skurði, upp eða vegi til dæmis. Svo er það mannvirkjagerðin og reksturinn sem geta þá raskað svona víðáttu meira svæði og þá eru dæmi um það eru til dæmis breyting á grunnvatnsstöðu, fokur lónstæðum, breytingar á jarðhitakerfum, áhrifum á lífveru og starfsemi vistkerfa og sjónræn áhrif. Og svo eru svona fjaráhrif orkunýtingar en þau eru mismikil, óveruleg við suma virkjanir en mikil og afdrifarík fyrir aðrar. Þannig að þegar við höfum afmarkað þessi landsvæði og matsvæðin að þá förum við í að afla gagna. Og þetta eru margs konar gögn. Þetta eru fræðigreinar, skýrslur og aðrar birtarheimildir. Líka tökum saman niðurstöður rannsókna sem kannski eru ekki birtar en við tökum þá tíma í að taka þau saman. Svo eru gagnagrunnar, fornleifaskráning, plöntuskráning og svo þessi landupplýsing og kortagögn. Og svo höfum við þessi hjálpagögn sem eru þá vefsjáin og þrívíðalíkunin eins og þessi öllu frá Landmælingum komið hérna inn á áðan sem þetta eru mjög hjálpleg. Við mat á verðmæti svæðina og áhrifum virkjana á þau þá er matið skipt í viðföng og undirviðföng. Þannig að við erum með 5 flokka af viðföngum. Það er sem sagt jarðminjar og vatnafar, lífverur, vistkerfi og jarðvegur, landslag og víðerni og menningarminjar. Og sum þessara viðfanga eins og þið sjáið á töflunni hafa undirviðföng. Jarðminjar og vatnafar hafa berggrunn sem þá eru eldfjöll, gíga, hraun, jarðgrunn og virkferli sem eru sandar, jökulruðningar til dæmis og svo vatnafar sem er þá grunnvatn, lindir, jarðhiti, lækir og svo framvegis. Og lífverurnar hafa líka undirviðföng, fugla, vatnadýr, plöntur og svo hitakerf örverur. Þessi viðföng hafa mismunandi vægi í lokaeinkunn. Þannig að þið sjáið að jarðminjar og vatnafar hafa 25% vægi í lokaeinkunn, lífverur 20, vistkerfi og jarðveg 20, landslag og víðerni 25 og menningarminjar 10. Og svo er verðmæti hvers viðfangs og undirviðfangs vegið og metið út frá 2 eða fleiri af eftirfarandi 6 viðmiðum. Það er þá auðgi og fjölbreytni númer 1, 2 fágæti, 3 stærð, samfella, heild og upprunaleiki, 4 alþjóðleg ábyrgð, 5 upplýsingagildi og 6 sjónrænt gildi. Og eins og þið sjáu, ég veit ekki hvort að þið sjáu þetta mjög vel á töflunni, en það er sem sagt, það er ekki öll viðföng og undirviðföng sem að taka til allra þessara 6 viðmiða, en að minnsta kosti 2 til 6. Og ég fer aðeins betur í þessi viðmið að þá, þegar við erum að tala um auðgi og fjölbreytni, þá er að öllu jöfnu telst það sem er fjölbreytt og auðugt, meira virði en fábreytt og rýrt. Svo er það fágæti sem svona gildir almennt, að tap leiðir til minni fjölbreytni. Varðandi stærð, samfelldu, heild og upprunaleika, þá er það að stórar og samfelldar heildir eru verðmætar og upprunalegt er meira virði en raskað. Svo erum við upplýsingagildi og táknrænt gildi. Upplýsingagildi er þá tekkingagildi, vísindagildi, dæmigildi, fræðslugildi sem eru þá metin saman og táknrænt gildi á menningarminja og einstökum náttúrufyrirbæra. Svo er það þessi alþjóðlega ábyrgð. En það eru fyrirbæri sem eru viðurkenndir að Íslendingar bera einhvers konar ábyrgð á. Dæmi um það eru fuglar, sem eru þá til dæmis ákveðna fuglategundir sem við berum ábyrgð á samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum. Og svo hefur til dæmis Evrópuráðið lista yfir gróðurlendi sem ætti að vernda og það eru til dæmis rústamýrar og melhólar sem dæmi. Og svo er þetta svokallað sjónræna gildi, en það er aðeins metið fyrir landslag. Þannig að ef við tökum þetta saman, að þá sjáum við þetta, og þá getið líka farið aftur í upptökuna, ef við viljum fara vel yfir þetta matsferil, en matsferilin er svona eins og ég er búin að fara í gegnum. Byrjaði á afmarka landsvæði, svo öflum við gagna, svo fara sérfræðingarnar yfir að meta svæðin og röskunarsvæðunum og svo er heildarverðmæti metið. Þannig að þetta er svona aðferðafræðin.
örsnöggt að rannsóknum, en rannsóknir eru mikilvægur hluti af vinnu faghóps 1, enda okkur falið að meta áhrif virkjunarkosta á landsvæða með tilliti til náttúru, menningarminja, landslags og víðerna, þannig að víð land, þannig að þetta heilmikið. Og þetta bara dæmi rannsóknarverkefni sem unnin voru á vegum faghóps 1 í 4. áfanga, sem sagt síðasta áfanga. Og þetta eru bæði rannsóknir sem að tengjast svona ákveðnum virkjunarkostum, en líka rannsóknir sem eru svona breiðar í grunni til þess að afla nauðsynlegra þekkingar eða þróa aðferðir. Og síðasta glæran, að þá nú erum við að vinna í 5. áfanga og eins og hefur komið hérna fram að þá eru núna ný verkefni sem að tengja sérstaklega vindorkunni sem að við erum að taka fyrir og að takast á við. Og bara sem dæmi vindorkuna þá það fuglarnir sem við þurfum að horfa sérstaklega til. Það eru mikilvæg fuglasvæði, farleiðir fugla, til dæmis hafarna og gæsa. Og hérna þetta eru bæði rannsóknir sem að verið að gera og hafa verið gerðar og þessi vefsjá og þrívítargögn sem að eru mjög hjálpleg. Og það sama má segja landslag og víðerni, eins og ég kom að áðan, að þá eru þau áhrif mjög svona mikilvægt að skoða vel varðandi vindorkuna. Og þá bæði að svona sjáum við fyrir okkur að halda áfram rannsóknum til þess að þróa aðferðafræðina, en líka þetta gífurlega hjálplega þessa vefsjár og þrívítarkort sem að Landmælingar að vinna með okkur. Þannig að þetta bara svona dæmi verkefni sem við erum að takast á við núna. Þannig að takk fyrir. Komið í sæl, Anna Dóra Sæþórsdóttir, formaður faghóps 2. Nú þær áherslur sem við höfum verið að vinna eftir núna í það sem af orðið af 5. áfanga það sem ég ætla að fjalla í dag. Og til að byrja með að segja ykkur frá að viðfangsefni faghóps 2 að fjalla ferðaþjónustu, útivist, landbúnað og aðra landnotkun. Þannig að við erum nýju í faghópnum. Sum búin að vera lengi, aðrir eru nýir, þannig að það er gott að fá fersk augu á þetta hjá okkur, þannig að við erum að fara í gegnum heilmikla rökræðu aðferðafræðina og nálgunin okkar sem ég held að sé bara mjög hollt og gott. Aðferðin sem við notum, hún byggir í grunninn á aðferðafræði faghóps 1, þannig að þetta er fjölþáttagreining nema bara viðfangsefnin allt önnur, þannig að og þessi aðferð, við byrjum á að þróa hana í öðrum áfanga rammaáætlunar og þannig að hún var til þar og svo höfum við verið að slípa hann og þróa í 3. og 4. áfanga og sem sagt höldum áfram að vinna þá með hana núna í 5. áfanga. Og það sem hefur gerst á þessu tímabili sem að spannar næstu 20 ár að við höfum verið að styrkja þekkingagrunnin sem þetta byggir á með alls konar rannsóknarverkefnum sem höfum unnið samhliða og svo fengi staðfesting á gildi þeirra með útgáfu á þessum rannsóknum í ritrindum tímaritsgreinum þar sem hefur verið farið svona gagnrýnt yfir verkin. Nú, þegar við vinnum þetta mat okkar þá byrjum við á því að leggja mat á hvers virði eru viðkomandi svæði fyrir ferðamennsku útivist ef ég byrja bara á þeim hluta. Og við byrjum á því að skilgreina svokölluð ferðasvæði og svo leggjum við mat á virði þessara ferðasvæða og reiknum í heildina hvers virði viðkomandi svæði. Og svo þegar það búið þá förum við að skoða hverja virkjun fyrir sig og leggjum þá mat á hvers virði yrði þetta svæði ef að viðkomandi virkjun væri komin þarna á þennan stað. Og til þess að gera það þá skilgreinum við áhrifasvæði og leggjum síðan mat á breyting á virði á viðkomandi ferðasvæðum. Og að lokum þá röðum við virkjununum með hliðsjón af því hvaða áhrif hver virkjun hefur. Nú, til að byrja með þá bara hálft landið undir sem okkur fannst ekki bara því að það var alveg heilmikil vinna
en þess svæðunum sem við erum að vinna með fjölgar smá saman og í síðasta áfanga, 4. áfanga, þá vorum við búin að skipta öllu landinu í 136 ferðasvæði og sem sagt allt þetta bættist við þegar að vindorkan kom til sögunar. En þegar við erum að skipta þessum svæðum í ferðasvæði, þá horfum við annars vegar til eiginleika ferðamennsku sem stunduð á svæðinu. Það er að segja, er þetta fyrst og fremst fjöldaferðamennska, er þetta gönguferðamennska eða jeppaferðamennska, hvers konar ferðamennska þarna og síðan hver eiginleika svæðana. Er þetta útivistarsvæði nálægt borgum og bæjum eða er þetta inn á hálendinu þar sem að víðerni eru einkennandi. Þannig að við horfum til eiginleika svæðana og landslagsþátta. Þegar við förum að leggja mat síðan á virði hvers ferðasvæðis fyrir sig, þá erum við með eins og faghópur 1 svona flokka viðfanga og við erum með 3 svona yfirflokka. Og þetta er upplifun, afþreyinga möguleikar og notkun. Og þessir 3 yfirflokkar þeir gilda jafn mikið. En hver þeirra er síðan skipt í ótal undirflokka og í yfirflokknum upplifun þá eru undirflokkarnir víðerni, stærð og heild, fegurð, stórbrotið og áhrifamikið, hvort að viðkomandi svæði sé friðlýst, þar að segja er þetta þjóðgarður eða einhvers konar önnur friðlýsing og svo skoðum við sérstaklega hverasvæði, eldvirksvæði, vatnára, fossa, gil og gljúfur og það voru eiginleikar sem við drófum sérstaklega fram til að byrja með á þeim tíma þegar við vorum bara með vatnsafl og jarðvarma. Þegar að við skoðum afþreyingamöguleika þá eru þar undir eitthvað svona sem er almenn náttúruskoðun, gönguferðir, torfæruferðir, hestaferðir, veiðar, náttúruboð, bátaferðir, hjólreiðar og arfleið og saga. Og síðan undir notkun þá erum við með innviði fyrir ferðamenn, til dæmis gistingu, salerni, merkingar, gönguleiðum, vegir, hvort að svæði sé nálagt fjölmennu markaði eða hvort að þetta er langt í burtu, hvort að komið þarna margir eða fáir og hvort að ferðaþjónustan eða útivistin noti svæðið mikið. Þannig að þetta eru viðföngin sem við leggjum mat á og síðan þegar við reiknum út loka einhverjuna fyrir virði svæðana þá hafa þessi viðföng mismikið gildi. Víðerni og fegurðin hafa 13,5% hvert, friðlýst 1%, hverasvæði, eldvirkni, fossar og gil og gljúfur, það hefur 5%, en þar tökum við bara 2 hæstu einkunnar. Þannig að svæði sem er þá með mikið af fögrum fossum og giljum og gljúfrum en engin eldvirkni, það tapar ekkert á því að hafa það ekki, heldur er það þá fossarnir og gilin sem að njóta vafans og gefa svæðinni gildi og öfugt. Þegar að kemur afþreyingamöguleikum þá gildir þar allt jafn mikið en við tökum bara 4 hæstu einkunnarinn og það er með þeim rökum að það er ekkert svæði sem að er hægt að stunda alla afþreyingu, heldur er þetta almennt ekkert hægt að stunda endilega mikið meira heldur 4 tegundir afþreyingar. Þegar að kemur að innviðum og vegum þá gildir það 3% en þar tökum við bara hærri einkunnina og það er með þeim rökum að ef við erum með göngusvæði, það sem er fyrst og fremst fyrir gönguferðir, þá er það ekki hægt þá hækkar ekki verðmæti svæðisins ef það liggur vegur í gegnum það, heldur þvert á móti, þá liggur verðmæti þess í að sé ekki vegur. En hins vegar liggur verðmæti því að það séu aðrir innviðir eins og gönguskálar, göngustígar og merkingar. En ef það eru vegir, þá og ef þeir gilda hærra heldur en aðrir innviðir, þá er það sú einkunn sem að gildir. Og að lokum þá gildir 10%, þar að segja fjalla frá markaði, fjöldi ferðamanna og ferðaþjónustu útivist.
Og þetta þá, sem sagt, þegar við leggjum mat á virði ferðasvæða þá förum við gegnum öll þessi viðföng fyrir hvert einasta svæði og reiknum út hversu virði þetta svæði fyrir ferðaþjónustu og útivist. Þetta í heildina 21 viðfang og þetta var fjöldi þeirra viðfanga sem við lögðum mat á í 3. og 4. áfanga. Þegar við byrjuðum með þessa aðferð í öðrum áfanga þá vorum við með ennþá fleiri viðföng, alls 43 viðföng, en eftir að gera ítarlega þáttagreiningu úr niðurstöðum annars áfanga þá kom í ljós að það dugði að skoða bara þetta 21 viðfang og þar með gátum við einfalda aðferðin og gert hana fljótlegra að vinna með. Þegar að kemur síðan af næsta skrefi þar að segja hvaða áhrif hafa virkjanir á virði þessara svæða, þá að þegar við erum að tala ferðamennsku útivist, þá þurfum við að horfa það í hvað samhengi þetta svæði nota til ferðalaga. Og ef við tökum bara hérna sem dæmi Hagavatnsvirkjun sem hérna sunnan í Langjökli, þá það ekki bara svæðið alveg næst virkjunni sem að yrði fyrir áhrifum fyrir varðandi ferðamennsku útivist. Heldur, ef við tökum sem dæmi gönguferðir, þá það vinsæl gönguleið að ganga gamla Kjalveg frá Hveravöllum í Þjófadali, síðan Hvítárvatni og margir halda áfram að Hagavatni og þaðan að Hlöðuvöllum. En þarna eru gönguskálar á milli. Þannig að ef að menn að koma þarna í gönguferð og upplifa þessa óspilltu náttúru sem að þarna þá myndi virkjun á miðri þessari leið hafa áhrif á bara vænleika þess að nota þessa ferð til dæmis til að selja til erlendra ferðamanna sem að sækjast eftir slíkri upplifun. Þannig að þess vegna hefur virkjun við Hagavatn áhrif á ferðamennsku á mun stærra svæði. Og það eru aðrir sem að ganga síðan hringinn í kringum jökulinn og þar að leiðandi teygja áhrifin sig líka á svæði sem við köllum Arnarvatnsheiði. Áhrifin ekki mikil, þau eru sára lítil, en þau teygja sig þangað. Hagavatnsvirkjun hefði líka áhrif á jeppaferðir og það vinsælt til dæmis að keyra hérna sunnan undir Skjaldbreið, þar sem farið frá þarna rétt fyrir ofan Gullfoss og inn á þennan línuveg og hérna komið þarna aftur út af svæðinu við Þingvelli. Þannig myndi virkjun að Hagavatn hafa áhrif á jeppaferðamennsku þessi svæði. Og til þess að ná utanum umfang framkvæmdana, þá sem sagt metum við áhrif virkjunarinnar á fyrsta lagi Hagavatnssvæðið sem að verður fyrir mestu áhrifum. Þar skerðast víðerni og þar minnkar fegurðin. Það verða líka fjölmörg önnur viðföng fyrir áhrifum og en síðan líka nágrannasvæði, víðernin á Hlöðuvöllum, á Hrunamannafrétti og Hveravöllum og Arnarvatnsheiði minnka og þannig minnka þau viðfang sem að yrðu fyrir áhrifum ef að þessari virkjun yrði. Þannig að þetta leggjum við mat á fyrir hvert svæði fyrir sig og svo að lokum þá náum við utanum öll þessi áhrif með því að reikna svo kallaðan afleiðingastöðul. Ég ætla ekki að eyða tímanum í að fara í hvernig við reiknum hann út, en það bara semst við erum að ná utanum þessar breytingar. Og það búið að gagnrýna svolítið þessi störf faghóps 2 út frá þessum víðfeðm áhrifum sem að við töldum ferðamennskuna verða fyrir af áhrifum virkjana. Þannig að í síðasta áfanga þá fórum við að stað með rannsókn þar sem við spurðum ferðaþjónustuaðila hvernig myndir þú meta áhrif þessarar virkjunar á þína starfsemi. Og ferðaþjónustan í því að búa til vörur og varan ferð frá einu stað til annars og allir áfangastaðinur og allt sem að gert þar á milli, það varan í ferðaþjónustunni. Þannig að þegar við settumst niður með ferðaþjónustuaðilum þá hittum við 49 stjórnendur fyrirtækja og við tókum 6 virkjanir til skoðunar, 3 virkjanir sem búið að byggja og 3 sem hafa verið til skoðunar í rammaáætlun og við spurðum þá
hefur viðkomandi virkjun haft áhrif á starfseminni þína eða myndi viðkomandi virkjun hafa áhrif á starfsemi þína. Og viðkomandi viðmælandi teiknaði þetta kort fyrir okkur hvernig hann notaði svæðin og síðan hvernig hann teldi viðkomandi framkvæmd hafa áhrif á starfsemi sína. Og ég ætla bara að sýna ykkur eitt dæmi úr niðurstöðu úr þessu verkefni. Það frá Búrfellslundi. Þar var einn sem að taldi vindmyllur myndu að hafa jákvæð áhrif fyrir starfsemina. 2 töldu það ekki hafa mikil áhrif eða blönduð áhrif, en 18 töluðu neikvæð áhrif. Og svona teiknuðu þeir þetta á kort fyrir okkur. Þannig að þarna voru sumir sem töldu áhrifin teygja sig eftir Sprengisandsleið og Fjallabak og suður láglendið þar sem að ferðaþjónustan með rekstur sem að sækir inn á þetta svæði. Þannig að þarna fengum við staðfest að áhrifasvæði virkjana eru sannarlega stór og mikil fyrir ferðaþjónustu og útivist. Og þegar við bárum þetta fyrirgefið saman við hvernig faghópur 2 hafði síðan skilgreint svæðin, þá liggur þetta nokkurn veginn saman, nema við höfðum ekki í faghópnum farið alveg eins langt niður í byggðir og við höfðum teygt okkur betur eftir ákveðnum ferðaleiðum inn á hálendinu. Annað verkefni sem langar að segja ykkur frá sem við fórum í síðasta áfanga rammaáætlunar, það var hvaða augum lítur ferðaþjónustan vindorkuna og hvernig á að staðsetja vindorkuverin þannig að hafi sem minnst áhrif á ferðaþjónustuna. Og við ræddum þar við 68 forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækja en líka nokkra forsvarsmenn í svona útivistahópum sem að skipuleggja fyrst og fremst ferðir Íslendinga landið. Og við vorum með svona sýnileika greiningar af þessum vindorkukostum sem að voru þá til skoðunar sem við notuðum í viðtölunum við þessa aðila og það var svona nákvæmt kort af hverjum af þessum 6 vindorkukostum sem við vorum að skoða. Og eftir viðtal við þessa aðila þá drófum við þetta út úr viðtölunum að áhrifaþættirnir eru fjöldi ferðamanna, þar að segja því fleiri ferðamenn sem koma á svæðin því verra það fyrir ferðaþjónustuna. Ef það sterkt og mikið aðdráttarafl fyrir greinina, þá ekki gott að hafa þetta nálægt því eða á leiðinni þangað. Ef það eru mannvirki nú þegar á svæðinu, þá það skárra heldur en að það eru engin mannvirki. Menn voru tilbúnir til þess að líta til þess ef það vantaði virkilega orka á svæðinu, að þá voru þeir tilbúin til þess að sætta sig frekar við viðkomandi mannvirki og svo náttúrulega hafði það áhrif hversu sýnileg viðkomandi framkvæmd. Og út frá þessu þá var hægt að raða þessum vindorkukostum sem við vorum með til skoðunar frá því að hafa minnst neikvæð áhrif í það að hafa mest neikvæð áhrif. Að lokum þá faghópur líka með til umfjöllunar landbúnað og við skiptum honum í beitarhlunnindi og veiðihlunnindi og þar notum við svipaða mælistikur. Við erum með einkunnir fyrir virði svæða fyrir beit frá 0 og upp í 10 sem fyrir þá virkjun og síðan hvernig myndi beitarhlunnindi rýrna eftir virkjunina og það þá frá 0 og í -10 og svipað fyrir veiðihlunnindin. Þá erum við með virðismat aftur frá 0 og upp í 10 en fyrir áhrifamat þá það aðeins öðruvísi þar fer þetta upp í +10. Það vegna þess að það eru til dæmi það að verðmætin fyrir veiði aukist eftir vatnsaflsvirkjanir. En síðan þurfum við að ná utan þessi viðföng saman og þá horfum við til landsframleiðslu og þar þegar við gerðum þetta síðast þar vó ferðaþjónustun útivist þyngst, tæplega 90%, en veiðarnar voru 6,4% og beitin 3,8%. Og þannig tökum við þessar tölur frá þessum mismunandi viðföngum hópsins og röðum virkjanakostunum með hliðsjón af því.
Þannig að þarna sjáum við samanlag virkjanakosti sem við vorum að skoða í 3. og 4. áfanga. Og við horfum fram að það að áherslunar núna í 5. áfanga verða svipaðar eins og þær hafa verið og við höldum áfram að styrkja þekkinguna með rannsóknum og þróun og aðferðafræðinni. Núna erum við komið meira á láglendi og inn á heiðar og þá þurfum við að skoða þær aðstæður betur og það koma svolítið öðruvísi viðfangsefni. Við förum til dæmis að skoða meira áhrif virkjana á rækta land og matvælaöryggi annað sem við ætlum að fara að skoða betur og það verða líka fjölbreyttari hlunnindi, eggjatínsla til dæmis, sölvatekja, fjallagrös og fleira sem getur orðið fyrir áhrifum þegar við erum komin með virkjanir niður í byggð. Þannig að þetta það sem framundan hjá faghópi 2. Takk. Já, komið sæl. Ég heiti Jón Ásgeir Kalmansson og ég formaður í faghópi 3. Og með mér í faghópnum eru 3 góðir einstaklingar og sérfræðingar á sínum sviði. Það eru reyndar 5 nöfn þarna á listanum núna en það af því að þá urðu mannabreytingar hjá okkur núna í upphafi árs. En við erum sem sagt að fjalla áhrif á samfélagið af virkjunarkostum og í skipunarbréfi þá segir að verkefni faghópsins sé að meta virkjunarkosti og landsvæði með tillit til áhrifa þeirra á samfélagið, svo sem áhrif á félagslega velferð íbúa, samfélagslega fjölbreytni, samskipti, samstöðu, virkni og eftir atvikum önnur þau verkefni verkefni stjórn felur hópnum. Þannig að þetta mandatið frá verkefnastjórninni. Við faghópur 3 hefur hingað til ekki verið með jafn mótaða aðferðafræði og faghópar 1 og 2 og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Þetta vandasamt viðfangsefni, það gildislægt, skoðanir fólks eru ólíkar, það metur hlutina á ólíkan hátt og svo framvegis. Þannig að það hefur svona verið eitt aðalverkefni okkar í þessum faghópi undanfarna áfanga að reyna að koma fram með svona aðferð sem að gæfi einhverja mynd, að við næðum svona utan þessi áhrif að einhverju leyti. Eitt vandinn líka að það bara oft lítil gögn til að byggja matið á. Þannig að þetta ekki auðvelt verkefni en við höfum haft til svona hliðsjónar eða lagt til grundvallar meðal annars alþjóðlega leiðbeiningar þá þætti sem að skipta máli varðandi samfélagslega áhrif og eins og þið sjáið það eru þættir eins og eignarréttur og efnahagur, búseta og lýðfræði, þjónusta og innviðir, samheldni, stöðuleiki, stjórnmál, ótti og vonir, lífstíll og menning og umhverfið. Og eins og augljóst þetta mjög vítt svið og í rauninni þetta svona það sem stuðst við þegar verið að leggja mat á áhrif einstakra framkvæmda á samfélag. Við erum hér hins vegar að leggja mat á fjöldakosta þannig að þetta verður ennþá flóknara í rauninni. En við höfum engu að síður haft þetta svona til hliðsjónar. Annað sem við höfum vitaskuld gert að byggja á fyrri reynslu. Ég sjálfur búinn að vera í þessu starfi síðan 2015
3. áfanga og félagar mínir flest eru búin að vera frá því 4. áfanga og við höfum svona við að beita ýmsum aðferðum og við höfum gert skoðanakannanir bæði í einstökum sveitarfélögum og á landsvísu. Við höfum staðið fyrir íbúafundum. Við höfum unnið með rýnihópum, rýnihópum íbúa. Við höfum framkvæmt viðtöl við sveitarstjórnarfólk og hagaðila og við höfum verið líka að svona skoða það hvernig fólk leggur mat á reynsluna af virkjunum, þeim virkjunum sem hafa verið reistar og eru í rekstri. Þannig að þetta það sem við erum svona að byggja á í okkar starfi núna og þá ég eiginlega bara komin að svona þeim þáttum sem að við erum að horfa til að leggja til grundvallar núna í þessum 5. áfanga og þetta eru svona þau viðföng eða þeir þættir sem að bæði þessi viðmið, þessi alþjóðlegu viðmið og líka svona það sem við höfum komist að í okkar rannsóknum og vinnu út allt land að skiptir fólk máli þegar það kemur að því að meta áhrif virkjanaframkvæmda eða virkjana á samfélagið og það í fyrsta lagi samheldni samfélagsins. Hvaða áhrif hefur virkjunarkosturinn á svona samheldni eða anda í samfélaginu og þarna erum við að horfa til þess að skoða annars vegar bara eiginlega það samráð sem í gangi og hefur verið haft við samfélagið og hins vegar erum við að skoða almennt hvernig fólk tekur í hugmyndir tiltekna kosti og við erum þá að gangast fyrir könnunum það og fundum og viðtölum og svo framvegis. Annað viðfangið yrði síðan orkuöryggi og aðgengi að orku og þetta hefur við séð á okkar fundum að skiptir fólk máli sérstaklega á vissum svæðum á landinu. Það skiptir fólk til dæmis miklu máli á Vestfjörðum þar sem að það aðgengi að orku vandi og þetta skiptir líka máli fyrir austan til dæmis. Þannig að við svona hyggjumst meta áhrifin að einhverju leyti í ljósi þess hvernig þetta spilar saman við orkukerfið og við munum þá miða við kerfisáætlun Landsnets til dæmis. Nú þriðja viðfangið sem við svona stefnum á að skoða, það ávinningur nærsamfélagana og þarna kannski það augljósast að þarna bara hlutdeild í tekjum, gjöld af viðkomandi mannvirkjum og það ákveðinn vandi við að meta það, kannski sérstaklega varðandi vindinn því að það kannski ekki á mikilli reynslu að byggja þar en við munum reyna að nálgast þetta og kannski í samstarfi við faghóp 4. Nú annað viðfang þarna væri áætluð störf vegna uppbyggingar og reksturs virkjunarkosts. Nú fjórða viðfangi væri síðan ávinningur þjóðarinnar og það sem við erum með í huga þarna einfaldlega eignarhaldið, hvort að eignarhaldið í einkaeigu eða opinberri eigu og þannig að það svona útgangspunkturinn þarna að skoða hvert arðurinn rennur í rauninni af framkvæmdunum. Nú 5. viðfangið væri síðan innviðauppbygging og það tengist efninu sem
var rætt hérna áðan, það eru vegir, fjarskipti og innviðir og hvernig svona uppbygging í tengslum við virkjunarkosti myndi spila inn í svona, aðgengi, ferðamennsku, veiðar og landbúnað. Þetta náttúrulega skarast við hóp 2. Sjötta viðfangi væri síðan verndar- og útivistargildissvæðis og þarna myndum við vera að skoða gildi svæðis með til náttúruskoðun, útivistar og atvinnu og við erum þá kannski að skoða svona opinber gögn, hvaða áætlanir eru uppi viðkomandi svæði og síðan í 7. lagi það vitaskuld sýnileikinn og vegna þess að áhersla okkar núna ekki síst á vindorkuna, að þá sjáum við það fyrir okkur að það sé mikilvægt að meta sýnileikann, svona nálægð og fjarlægð vindorkukostana frá bæði íbúabyggð og frístundabyggð og jafnvel út frá vegum eða stofnbrautum og við sjáum fyrir okkur að nota korta vefsjónagóðu til þess að leggja mat á þetta. Því að þetta auðvitað mjög stórt atriði varðandi vindorkuna. En ég var ekki með fleira, þannig ég bara þakka fyrir. Já, komið í sæl. Hvernig finn ég kynninguna? Ekki gera ráð fyrir að hún sé hérna einhvers staðar. Hvað áttu hérna? Þetta 1, 2, 4. Já, ég heiti Páll Jensson og formaður í faghópi 4. Þetta eru við sem erum í faghópi 4 eða byrjuðum að minnstakosti. Auður Nanna sagði sig síðan úr hópnum vegna hugsanlegra hættu á hagsmunaárekstrum, tók engan séns á því. En við hinn 4 höldum áfram, allavega enn sinn, kannski verðum við aftur 5. Og við höfum þetta hlutverk að greina hagkvæmni og arðsemi virkjunarkosta. Við reynum að gera það á eins breiðum grundvelli og við mögulega getum. Við reynum að meta líka tengikostnað og erum komið með góð orð frá Landsneti samstarf það. Og við reynum að taka inn líka hugsanlega tekjur af öðru en orkusölu, eins og gæti orðið með jarðhitavirkjanir. Sömuleiðis þurfum við að taka tillit til jöfnunarafls fyrir vindorkuver. Og hvað er þetta jöfnunarafl? Já, það staðreynd að einstaka sinnum með logn, jafnvel hérlendis, og þá verður ekki rafmagn til í vindorkuverum. Reynsla Landsvirkjunar af þessum 2 vindmyllum fyrir ofan Búrfell held ég að sé svona að þau framleiða rafmagn í sirka 42-43% af tímanum. Nýtingarhlutfalli er einhverstað þar á milli. Og þess vegna ef að vindorkuver ætlar að selja orku í jöfnummæli, þá þarf hún að kaupa jöfnunarorku til að hlaupa í skarðið þegar að logn. Erlendis þetta leyst, eins og við vitum, með framleiðslu raforku úr jarðefnaeldsneyti, en hér á landi þessi orka ekki fyrir hendi til að dra hamingju, myndu nú flestir segja. Svo við þurfum að jafna vindorkuna með vatnsafli. Og við fengum reynda kynningu í síðustu viku frá Landsvirkjun á því að þegar að þeir hafa tekið tillit til sinna 2 vindorkuvera, Búrfelli og Blönduvirkjun,
þá er nú ekki í rauninni mjög mikil, eins og það stendur, ekki mjög mikil jöfnunarafl fyrir hendi. Og við vitum ekki ennþá það á hvaða verði þetta verður selt. Við söfnum gögnum, fyrst og fremst í samstarfi við Orkustofnun. Það er skylda virkjunaraðila að senda inn til Orkustofnunar upplýsingar orkugetu og stofnkostnað. Við ætlum sjálf að meta reksturskostnað og við reynum að miða við ákveðið söluverð líka og fá sem sagt tengikostnað og kostnað við jöfnunarafl líka inn í myndina. Flestir þessi kostir sem hafa verið sendir inn til Orkustofnunar náttúrulega á algjöru frumstigi, þannig að það má vera ljóst að það er mjög mikil óvissa ennþá stofnkostnað. Okkar aðferðafræði sem sagt að við ætlum að reikna út núvirði eða það sem í fyrsta áfanga rammaáætlunar var kallað heildarhagnaður, ætti kannski frekar að kalla heildarfjárstreymi sem verður til úr viðkomandi virkjun og við ætlum að reikna innri vexti sem lýsir ávöxtun eða afkastavöxtum virkjunarkosts. Við ætlum líka að reikna svokallað kostnaðarverð, þetta er vel þekktur mælikvarði allan heim, svo levelized cost of electricity. Og ég með dæmi ég ætla ekki að fara í þetta dæmi en við getum gert það ef einhver óskar eftir því. Og fyrir þetta höfum við þróað 3 arðsemisríkun, eitt fyrir vatnsafl, eitt fyrir jarðhita og eitt fyrir vindorku. Og hvert líkan líkir í raun og veru eftir rekstri virkjunar yfir allt áætlanatímabilið og reiknar út sem sagt núvirði og innri vexti. Við þurfum að gefa okkur ákveðnar forsendur eins og áætlanatíma og ávöxtunarkröfu og höfum reyndar í bili eða fyrstum sinn miðað við þessa tölu hér. Aðeins mismunandi eftir tegund virkjunar. Við langar aðeins að bregða upp mynd frá fyrsta áfanga rammaáætlunar. Þar var byggt dálítið á tvívíðri framsetningu, þar sem þeir kölluðu þá heildarhagnað, en ég vil kalla heildarfjárstreymi, þá á lóðréttásnum, umhverfisáhrif á láréttásnum. Þannig að það var nú fyrst og fremst að vera að bregða upp þessu samhengi eða bregða upp þessum 2 víddum, umhverfisáhrifum og hagnaði eða hagrænum áhrifum. Þannig að ferðamennska, útivist og landbúnaður og nærsamfélagið komust ekki að. En þessi mynd var svona og þið sjáum hana í niðurstöðuskýrslu fyrsta áfanga. Þannig að þá raðast virkjanirnar eftir hagkvæmni annars vegar og eftir umhverfisáhrifum hins vegar. Við sjáum hér Kárahnjúka, númer 8. Við sjáum hugmyndir virkjun Jökulsár á Fjöllum, númer 7. Við sjáum fjölda jarðhitavirkjana sem eru þríhyrningarnir en kassarnir eru vatnsaflsvirkjanir. Hér einhverstaðar virkjun Markafljóts á Emstrum sem að reynilega myndi nú ekki koma til greina. En mér langar svona bara að bregða þessu upp þannig að við erum svona píndu að kannski að hverfa tilbaka að aðferðafræði í fyrsta áfanga og þá væri hægt að gera eitthvað þessu líkt. Nú ég ætla ekki að hafa þessu orð lengur, ég hef sagt frá því að við ætlum að meta hagræn áhrif virkjunarkosta út frá arðsemi þeirra. Við erum ekki að taka tillit til eignarhalds, það gerir Fagurbu 3. Við einfaldlega skoðum viðkomandi verkefni, hver sem á það og hvaða fjárstreymi þetta verkefni hvaða fjárstreymi verður til. Og ég nefndi þessi arðsemisríkun, eina fyrir hverja tegund af raforkuframleiðslu og við metum kostnaðarverð orku. En við setjum á þessu stigi náttúrulega mikla fyrirvara annars vegar augljósa óvissu sem kostnaðarmati því að þetta allt saman kostir á frumstigi og svo hins vegar að það ekki ljóst ennþá hvaða verðmiði verður settur á jöfnunarafl. Takk fyrir.
Já, takk kærlega fyrir þetta, formenn faghópa. Við erum bara á fínu tíma og ekkert víst að við þurfum að hlaupa inn í hádegi, við sjáum til. Í streyminu mun hafa verið látin rúlla borði með netfangi þar sem hægt er að senda spurningar. Það er ekki svo að það sé opinn spjallgluggi eins og það heitir. En hér í salnum erum við með 2 hljóðnema og þið sem vilji taka til máls eða leggja fram athugasemdir eða spurningar myndu bara einfaldlega óska eftir þeim hljóðnema til þess að það heyrist örugglega inn í streymið og við eigum það allt í upptöku þá þegar það kemur. Hér er Herdís, hún er örugglega til í að vera með mikrofón með mér ef að þið vilji bara gjöra svo vel að gefa merki. Ég trúi nú eiginlega ekki öðru en það séu einhverjir hér sem munu vilja spurja eða leggja eitthvað til málanna að loknum þessum kynningum. Já. Og þá langar mig bara að biðja þá sem ætla að taka til máls að kynna sig örstutt og bera svo fram spurninguna. Já, ég heiti Kristján Haukur Skarphéðinsson og ég þakka fyrir þessar kynningar. Sumt er nú gamalkunnugt og annað er svona spennandi nýtt. En við langar að spyrja Pál varðandi þetta hagkvæmnimat eða hvað menn verður kallað leggja orkufyrirtækin engar slíkar upplýsingar fram. Þið nefndir að Orkustofnun ætlaði að skaffa ykkur gögn og þið ætlaði að meta sjálfir. En kom engin svona arðsemisgögn eða neitt frá Orkustofnun eða frá fyrirtækinu eins og það gerði í fyrsta áfangaði sem voru með einhverja svona teravattsstundakostnað ef ég man rétt. Já, við skulum bara byrja svona að fá spurningu og svar svo sjáum við til hvað þetta verður mikið. Já, það er misjafnt. Það hefur komið frá sumum virkjanaðilum, hafa komið svokallaða hagkvæmni flokkun. Orkustofnun hefur sem sagt unnið með ákveðna hagkvæmni flokkun, skipt virkjanakostnað niður í nokkra flokka og það er ákveðið bil á kostnaðarverði virkjunar sem að ræða því hvaða hagkvæmni flokk virkjunin lendir. En einstaka aðilar hafa sent þetta inn en aðrir einfaldlega ekki. Takk fyrir það. Helgi, hérna Helgi. Já, takk fyrir Þórgnir. Helgi Hjörvar heiti ég. Þakka kærlega fyrir efnismikil og fræðandi innlegg. Bæði Jón Geir og Páll nefndu nýlegan fund Landsvirkjunar spurninguna hvað gerist þegar vindinn lægir. Þar sem var farið yfir hvernig vatnsaflið gæti komið að því að svara þeirri spurningu og eins og hér hefur komið fram þá er það mjög takmörkuðu leyti að því virðist. Þá beinast sjónirnar kannski að íslenska svarinu við þessari spurningu sem var ekki fjallað í þeirri greiningu og eins og við því miður vitum allt og vel, þá er íslenska svarið við spurningunni hvað gerist þegar vindinn lægir, þá er rok einhvers staðar annar staðar. Og mér er að minnsta kosti kunnugt að það eru til greiningar sem að sýna það að vindurinn sjálfur á Íslandi geti að mjög verulegu leyti aflað jöfnunarafls fyrir vindinn og dregið úr jöfnunaraflstörfans frá vatnsorku mjög umtalsvert. En það gæti þá kannski leið orðið sjálfstæð röksemd fyrir því að réttast væri að staðsetja vindorkuverin á ólíkum veðursvæðum til þess að hámarka þessi not af verkefnunum. Spyrja annars vegar hvort að þið hafi gert greiningar á því og svo kannski hins vegar hvernig verkefnisstjórnin hugsar tillögugerð sína. Gerir hún heildstætt mat og heildstæða tillögu virkjunarkosti sem að hún telur henta vel til uppbyggingar orkukerfisins í landinu í heild og ýmsu þarfa svo sem flutningskerfisins og jöfnunaraflsins og þess háttar, eða gerir verkefnisstjórnin tillögu einstaka kosti óháð öðrum kostum og heildaráhrifum á jöfnunarafl, flutningskerfi og svo framvegis. Takk fyrir. Mér sýnist að Jón Geir ætla að gera atlögu, eða Páll fyrst. Jón Geir. Aðeins bíða, við skulum fá þetta inn á streymið. Páll byrjar, það er búið að skera úr það.
ekki að taka orðið af Jóni Geir, verkefnisstjóra, en ég ætla bara að minna enn og aftur á það sem líka kom fram í síðustu viku á fundi Landsvirkjunar, að það eru líka við stöndum mjög tæpt með flutningskerfið. Og þeir fjölluðu transveitt ítarlega það, þetta fræga snið 3B. Þannig að það þarf þá að koma inn í þessar pælingar, Helgi, ef við förum að láta vindorkuverin jafna hvort annað. Viltu bæta við, Jón Geir, og getur komið hingað bara? Eða ekki? Já, ég get kannski bara rétt bætt við þetta líka að sko eins og fram hefur komið þá voru það þessar 2 víddir sem var við að fjalla þarna á þessum fundi Landsvirkjunar var annars vegar dreifikerfið og svo aftur jöfnunaraflið. En sko verkefnastjórn hefur það hlutverk að fást við þá virkjunarkostir sem henni eru sendir, þannig að það var svona svolítið löng spurningin, Helgi, þetta í lokin, þannig ef ég gríp hana rétt að þá munu tillögur verkefnastjórnar verða flokkun virkjunarkosta. Það er það sem okkur er falið samkvæmt lögunum. En við vinnum auðvitað þá tillögu með þeim skilningi að það falli að einhverju svona heildarsamhengi. En já, þannig að ég svona gríp það rétt. Takk. Takk fyrir. Já, hér er beðið orðið, Herdís. Já, góðan daginn. Ég heiti Magnús Jóhannesson. Ég er kannski með nokkrar spurningar. Ég er hingað kominn til að tala fyrir hönd orkugeirans og velti nokkrum atriðum fyrir mér. Í fyrsta lagi það kom fram hérna hjá Hafdísi Hönnu að rammaáætlunar verkefnastjórn er að vinna eftir ýmsum gögnum sem liggja fyrir. Þá velti ég fyrir mér til hvers eru þá virkjunaraðilar að fara í mat á umhverfisáhrifum sem kosta hundruð milljóna og á að gerast eftir að rammaáætlun lýkur ef að það þarf að byggja ákvarðanir rammaáætlunar á víðtækum gögnum. Næsta spurning sem ég með varðar þessa huglæga mælikvarða þegar við komum að fagurfræði og þá á ég við sjónrænu áhrifin. Allavega eins og ég horfi á þetta þá erum við pínlítið komin inn á svona hættulega brautir, hvað er fallegt, hvað er ljótt. Jóni finnst þetta ljótt, Gunni finnst þetta fallegt. Er réttlætanlegt að vera með draga verkefni niður út frá huglægum, fagurfræðilegum mælikvörðum og hver er sá mælikvarði? Hver ræður hvað er ljótt og hvað er fallegt? Ein spurningi viðbót frá mér varðandi ferðamennskuna. Það kom fram í máli Önnu Dóru að ferðaþjónustufyrirtæki voru spurð og þau eru að selja sína vöru sem að ég gera engar athugasemdir við. Hins vegar er spurningi mín þessi, hver ákveður það að það sé í lagi að taka hagsmuni ferðaþjónustuna fram yfir hagsmuni orkugeirans? Af hverju eru hagsmunir ferðaþjónustuna metnir hærra heldur en hagsmunir orkugeirans? Og ein spurningi viðbót til hennar er orkuferðamennska ekki ein tegund af ferðamennsku sem á fyllilega rétt á sér. Ferðamenn koma til landsins til þess að skoða ýmislegt, náttúru vissulega, en ýmislegt annað. Landsvirkjun er með opið hús í sínum virkjunum og þangað koma fullt af ferðamennum. Þannig ég spyr, er ekki að mæla þetta líka? Hörðu, þá var þetta bara komið frá mér í bili, takk fyrir það. Takk fyrir Magnús. Þetta voru stóra spurningar. Ég sóna aðeins út þegar við vorum að tala saman við Herdís í byrjun. Fyrsti punkturinn var varðandi mat á umhverfisáhrifum sem að koma seinna í ferlinu og hvort að mat á rammaáætlunar sé of umfangsmikið miðað við það. Já, bara ef að rammaáætlunar byggir á miklum rannsóknum, til hvers er þá verið að láta þessa kvöð á virkjunaraðila rannsaka en þá meira? Akkurat. Er hægt að taka ákvarðanir
Spurning hvaða röð við tökum þetta. Mér flög nú í hug hvort að Anna Dóra myndi kannski vilja byrja. Það var svona síðustu punktarnir voru í þá áttina. Já, fyrst varðandi það hvort að hagsmuni ferðaþjónustunnar eiga að ráða umfram orkuframleiðslunnar. Það náttúrulega ekki faghópsins að leggja mat á það. Við erum bara að raða kostunum með tilliti til áhrifa þeirra á ferðaþjónustu útivist. Þannig að við erum ekki að segja að við eigum að ráða. Heldur bara svona raðast þetta út frá hámarks- og lágmarks áhrifum sem þetta hefði á greinina. Svo fer það til verkefnastjórnar og það til Alþingis. Þannig að það er ekki faghóparnir sem að ráða því. En síðan varðandi orkuferðamennsku, þá er það sannarlega ein tegund ferðamennsku. En sérstaða Íslands og hlutfallslegir yfirburðir landsins felast í sérstæðri náttúru. Og það eru til ótal rannsóknir sem að sýna fram á það að hverju ferðamenn koma hingað. Og þeir eru ekki að koma til þess að skoða orkumannvirki, þeir eru að koma til þess að skoða sérstaka náttúru. Og það er talað landslag, það er talað hún sé ósnortin og það er sérstaðan. Sannarlega gerist það í sumum ferðum að það eru heimsótt gestastofur orkufyrirtækjana og það er gjarnan viðbótar upplifun, en það er ekki aðal aðdráttarafli. Það dugar ekki til að ferðamenn komi til Íslands að skoða orkumannvirki. Þannig að það þarf alltaf að hugsa hver eru styrkleikar og hver eru hlutfallslegir yfirbyrði mestir, og það er náttúran sem við höfum. Þannig að já, það er ekki orkuferðamennsku og það eru til rannsóknir erlendis og það hefur svo sem líka komið fram í okkar rannsóknum að orkumannvirki eru þau eru mismunandi og ferðaþjónustan telur helst hægt að lifa með jarðvarmanum vegna þess að það er mesta sérstæða Íslands, það er jarðvarmavirkjanir, minnsta sérstæðan liggur í vindorkunni vegna þess að hún er orðin svo útbreidd í okkar helstu markaðslöndum að fólk fer það frekar í dagsferð heimanna frá sér að skoða þetta eða vill, og það kemur ekki til Íslands til að skoða vindorkuver. Hefur komið fram í viðtölum sem við höfum átt við ferðaþjónustu aðila. Þannig að það er trú greinarinnar þann til annað sannast. Takk fyrir. Við stendst ekki mótið að bæta við einu punkti, því það var talsvert til umræðu í 4. áfanga eins og var kallaður, að Búrfellslundur væri mögulega svona, ég ætla bara að leyfa mér að nota orðið spennandi dæmi. Þar sem að faghópur 2 komst að því að neikvæð áhrif af Búrfellslundur væri talsvert mikil, að þá gæti það verið dæmi virkjunarkosta sem var ástætt til að láta fara fram sérstakt mat á því hvorir hagsmunir vegi þyngra, raunverulega, orkuframleiðslunnar eða ferðaþjónustunnar. En svo bara reyndi ekki á það því að Alþingi tók af skarið með þann kost. Svona sem dæmi. Þú nefndir, Magnús, huglæga mælikvarðana og ég veit ekki alveg bara hvað er fallegt og hvað er ljótt og hvað á það að skipta miklu máli. Veit ekki alveg hver er til að taka það. Ég horfa á heimspekingin í faghópi 3. Treystið þú þér í það, Jón? Eða Hafdís Anna, já. Þetta skara marga hópa. Já. Já, þetta skarast við marga hópa. Við erum í faghópi 1 tökum fyrir landslag og víðerni út frá, og við erum með sérfræðinga, 2 sérfræðinga í því í okkar faghópi, en þetta líka skarast á við marga faghópa, en rauninni það sem ég get sagt er að við erum að byggja okkar mat á bestu fáanlegu gögnum og á rannsóknum á þessu sviði, þannig að við treystum okkar sérfræðingu til þess að meta það og ég sé bara ekkert athugavert við það. Ég veit ekki hvort Anna Dóra vill bæta eitthvað við, það er kannski meira svona þessi upplifunar, fagfræðilegi gild, þessi ekki síst hjá faghópi 2, ef þú vilt bæta eitthvað við. Já, ég get bara bætt við að faghópur 2 notar gögn til þess að leggja mat á þetta. Við erum búin að gera ótal kannanir meðal ferðamanna á mörgum af þessum fyrirhuguðu virkjunarsvæðum og þar er meðal annars spurt hversu fallegt finnst þér svæðið, hvernig upplifir það, hvað ertu að sækjast í, hvert er aðdráttaraflið. Þannig að það er náttúrulega mismunandi eftir svæðum hvað er aðdráttaraflið.
Sumir ferðamenn eru að fara þarna þegar þeir eru að sækjast eftir þess og finnst þetta fallegt meðan aðrir fara annað af því að þeim finnst það fallegt. Þannig að við horfum til þessara gagna þegar við erum að leggja mat á fegurð, stórbrotið og áhrifamikið. Takk fyrir. Svo að þriðji punkturinn og það var þetta hvernig sem við stillum honum upp, hvort það verið að gera of mikla kröfu rannsóknir að hálfu virkjunaraðila fyrst að það er búið að vinna svona mikla rannsóknir í grunninn hjá rammaáætlun. Má ekki skilja þriðja punktinn kannski þannig? Ég veit víst að verkefni hafa verið stöðvuð í umfjöllun verkefnastjórnar rammaáætlunar vegna þess að gögn vantar. Akkúrat. En þau gögn eiga heima í máu. Þess að þau koma út úr máu en verkefnin hafa verið stöðvuð í umfjöllun rammaáætlunar vegna þess að upplýsingar vantar. Akkúrat, takk fyrir. Nú erum við alveg nákvæmlega með þetta. Það er kallað eftir gögnum sem raunverulega í eðlilegu ferli kemur ekki inn fyrir seinna. Og það veldur því að mögulega stöðvast mat á virkjunarkosti eða hann fer í biðflokk. Vilt þú reyna við þetta, Jón Geir? Já, ég get kannski bara reynt það, já. Það þið heyrið mér ekki, það er kveikt á mikrofón. Sko, það er auðvitað mjög mikilvægt að rammaáætlun er ætlað samkvæmt lögum og er eitt þrep í ákvarðantöku hér uppbyggingu eða ekki uppbyggingu á þeim virkjunarkostum sem eru sendar. Og síðan er mat á umhverfisáhrifum sem að tekur við og í rammaáætlun er allavega reynt að skipuleggja gagnakröfurnar þannig. Þær eru skilgreindar upphaflega þegar virkjunaraðilinn sendir inn tillöguna til Orkustofnunar, hvaða gögnum er krafist þá í upphafi og síðan hafa faghóparnir það verkefni að leggja mat á það hvaða gögn þeir þurfi að hafa í sínum ranni til þess að geta komið með flokkun sem að þeir geta staðið fyrir til verkefnastjórnar sem síðan vinnur það saman í hina endanlegu tillögu. Ég held að þetta séu hins vegar ekki alveg tveir ólíkir heimar og það er auðvitað þannig að sumir aðilar hafa byrjað á mati á umhverfisáhrifum á virkjunarkostunum áður en þeir eru farnir í gegnum rammaáætlun og ég veit að við höfum fengið inn gögn til okkar sem hafa komið út úr slíkum ferli og það er örugglega mjög gagnsamt fyrir aðilarna að geta samnýtt þau gögn. Við höfum hins vegar líka fengið beiðnir eins og bara ég nefni afgreiðslu þingsins í sumar með því að flokka kosti sem að rammaáætlun hafði flokkað frá sér og skilað að þarf að beða meiri gögn. Og meira að segja einn af þeim kostum er komin í annarskipti til verkefnastjórnar með enn ríkari gagnakröfu frá löggjafanum. Þannig að við erum upptekin af því að við séum ekki að fara í ítalegri gagnagreiningu, gagnasöfnum, ítalegri gagnakröfu heldur en þarf til þess að við getum mætt þeim hlutum sem okkur eru uppulegt í lögunum að greina. Og eru meðvituð þennan punkt sem er semst að draga fram er svona það sem ég vildi bara kjarna málið niður. Hitt er annað að á Íslandi með þetta eins og svo margt annað að við erum fá í frekar stóru landi og það hefur oft verið þannig að gögn hafi ekki raunverulega legið fyrir, það þekkið líka vel sem að fást við mat á umhverfisáhrifum. Það þarf að safna fullt af frumgögnum á Íslandi í því ferli sem ekki þarf í mörgum nágrannalöndunum því þeim hefur þá þegar verið safnað. Og ég bara vil benda á vinnuna sem við höfum núna sérlega lagt effort í með uppbygginguna þessu gagnasetti innan rammaáætlunar að gögnin safnast upp. Rammaáætlun er búin að vinna núna í langan tíma og við erum í miklu betri aðstöðu núna til þess að geta tileinkað okkur gögn sem eru fyrirliggjandi. Heldur hann þurfa að afla frumgagna ef ég bara miða við fyrrrennara okkar í fyrri verkefnastjórn. Þannig að það er líka mjög mikilvægt að við höldum við til haga því sem við höfum til þess að geta byggt á því, til þess að geta sparað okkur í því að þurfa að vera að ráðast í einhverja nýjar beina rannsóknir. Og bara aðeins fyrirgefðu því það er svo margar góðar krefjandi spurningar. Það var þetta sem að spurningin til Önnu Dóru í sambandi við að það sé eitt tekið umfram annað. Lesiði markmið laganna. Okkur er ætlað að leggja mat á aðra hagsmuni nýtingar í samfélaginu. Það er ekkert sem segir við erum að taka ferðaþjónustu umfram virkjanir, en það er heldur ekkert sem segir við erum að taka virkjanir umfram ferðaþjónustu. Þannig að það er okkur uppálagt og það er það sem við viljum reyna að gera. Þannig að það liggi fyrir þegar að tillögur koma til Alþingis þessar ákvarðanir, hvaða hagsmunir mögulega geti verið þar undir. Þannig að það er fyrst og fremst það sem við erum að gera, en alls ekki taka eitt umfram annað. Takk fyrir. Bara svo það sé alveg skýrt. Ég er ekki komið til þess að gagnrýna einhver persónulega eða eitthvað vinnu, alls ekki þannig. Ég bara kasta þessum spurningu fram sem út frá heimspekilegum pælingum.
Mjög gott. Við erum að halda fund til að fá svona, við erum að halda funda til að fá svona spurningarstöðu til, þannig að við fögnum þeim. Taktu mig ekki, þannig að ég hef ekki gert það, sannarlega ekki. Takk fyrir, kærlega. Það hafa allavega 3 beðið orðið, en við höfum að spája að fá fáeinar spurningar sem koma á netinu áður en við höldum áfram. Já, fyrsta spurningin er frá Auði Önnudóttur Magnúsdóttur. Hún spyr: umhverfisáhrif vindorku eru mun víðtækari en ásýndaráhrif og styrkur rammaáætlunar er einmitt að geta metið það. Mjög mikið rask verður á gróðri og jarðmyndunum vegna undirstöðu, kranapalla, vega og efnisnáms. Er þetta ekki örugglega skoðað, þó ekki hafi verið minnst sérstaklega á það á fundunum í sambandi við vindorkuna? Spurning Hafdís. Já. Jú, og sjálfsögðu er þetta allt skoðið. Við förum þetta yfir öll viðföngin sem ég sýndi í okkar erindi í FAFAHOP 1. Öll viðföng og öll undirviðföng, þau eru tekin fyrir í öllu. Ég bara nefndi þetta sérstaklega sem svona kannski ný viðfangsefni, bara svona til þess að sýna hvað við erum að takast á við núna. En að sjálfsögðu, það er allt tekið fyrir. Fyrir. Aðra? Já, svo eru 2 spurningar frá Geir Guðmundssoni. Fellur vindorka á hafi undir rammaáætlun, eins og vindorka gerir greinilega á landi? Hvað með fljótandi vindmyllur mjög langt frá landi, þar sem meira en 100 km, sem ekki eru tengdar með sæstreng í landi, heldur nýtir raforkuna til framleiðslu á vetni eða ammoníaki á hafinu? Þú getur bara svarað þessar spurningar. Já, ég get bara svarað því. Nei, þetta tekur ekki til rammaáætlunar. Rammaáætlun nær út af netalögum og allt sem er þar fyrir utan fellur ekki undir rammaáætlun. Það er stutta svarið. Næsta spurning frá Geiri varðar FAFAHOP 4 og spurningin er: verða arðsemislíkön FAFAHOPs 4 opin og aðgengileg almenningi? Einhver til ég að færa mækinn til Páls? Það býst ég við, en við höfum ekki ennþá gert það opinber, en ég á bara von á því að það endi með því. En við viljum hafa smá svigrúm til að fullþróa þessi líkun. Takk fyrir kærlega. Fallega félaga fundarstjórnarnum Þórgnýr, enn og mér. Þú ert með yfirlit yfir þá sem eru búin að biðja orðið, eða ekki? Já, við erum búin með efnið í bili. Þá er það Finnur sem var næstur. Komið sæl, ég heiti Finnur Beck og er framkvæmdastjóri Samorku. Þannig að kannski réttari svona lýsinga. Ég hafi orð fyrir orkugeirunum þó að hér hafa komið margar ágætar spurningar fram og ég held að byrja því að þakka ykkur fyrir mjög fróðlegan og góða fund og ég held að sé mjög mikilvægt að fá svona innsýn inn í störf, bæði faghópana og verkefnastjórnarinnar. Ég var eiginlega bara með 2 þanka til þess að skilja þess betur það sem þið voruð að kynna. Annars vegar fyrir lítur eiginlega því hvernig samspil vinnu verkefnastjórnarinnar og faghópana við gildandi rétt, það er að segja lögin í landinu. Það var aðeins búið að víkja að umhverfismatinu hér sem náttúrulega fyrirskrifað í lögum og ítarlegt og mikið og gert með nokkur tilkostnaði þegar til þess kemur síðar í ferlinu almennt varðandi svona verkefni. Og ég var sérstaklega að hugsa það líka varðandi það sem framkom FAFAHOP 3 þar sem að var talað það að vera að kanna viðhorf íbúa til verkefna og það kannski að maður hugsar það aðeins áfram, þá eiginlega krefur það þann aðila sem með það verkefni að fara í góða kynningu á verkefninu alveg á frumstigum, löngu áður en að veit hvort það verður nokkuð að því. Og það er svona spurning hvernig þetta er hugsað og hvernig þetta rímar við í rauninni skipulagslöggjöfina, þar sem að sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið og keyra mjög svona skýrt samráð og kynningar á verkefnum í tengslu við skipulagsmálin. Þannig ég vildi bara aðeins, og svona spurningin er þá að vænta réttrar mælingar ef það á að mæla viðhorfið, ef það er mælt svona í snemmi ferlinu áður en að hefur verið farið inn til, að farið með verkefni í gegnum skipulagsferil. Og hitt sem að mér fannst svolítið nýmæli, en ég veit ekki hvort að það sé rétt hjá mér að það var þarna vikið að FAFAHOP 4 og svona þegar að meta inn í arðsemi verkefnina hvað til af jöfnunarafli og annað slíkt. Og þá velti ég upp bara hvort að verkefnastjórnin hefur þá hugsað það eða faghópurinn hvernig er hægt að mæla þetta á einu tímapunkti. Því að við erum í þeirri stöðu að markaðurinn og orkuskiptin og allt þetta á fleygiferð og breytist bara
ef að segja frá ári til árs allavega, það þróun, það ný verkefni, það rafeldsneytisframleiðsla, það hugsanlega viðskiptavinir sem taka sveigjanlega orku og svo bætist við að það mikil þróun í tækni við að geyma orku og þá ekki hægt við því að verði búið að meta eitthvað kost með bara eitthvað snapshot eða svona, hvað segir maður, bara ljósmynd af markaðnum eins og hann í dag og hvernig þetta að meta verkefnið og virði þess svona í þjóðhagslegu samhengi. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, ætli Baldur, þú ekki bara næstur þá? Ég má. Þá geta við Baldur hjá Samorku og mikið búin að koma rammaáætlun og umsögnum rammaáætlun í mörg ár og við höfum haft ýmsar skoðanir á starfi faghópa og lýst í okkar umsögnum. Ég ætla ekki að fara mikið út í það hér og nú en vekur samt athygli mín að til dæmis sýnileikinn, hann verður metinn sýnist mér í minnsta kosti 3 faghópum. Þá er spurningin hvernig svona heildaráhrifin eiga að koma fram í því varðandi vindorkuna. Ég ætla ekki að biðja svar við þessu, bara að varpa þessu fram svona sem þanga. Það vekur líka athygli að í faghópi 3 á að fjalla orkuöryggi og orkuþörf. Og mér sýnist að það sé nýmæli sem mjög jákvætt. Því að við höfum í gegnum tíðina einmitt spurt okkur að því af hverju ekki það verkefni ávarpað af hálfu verkefnisstjórnar. Og við fengum það svar til dæmis þegar við spurðum að þessu varandi þriðja áfanga, að þá fengum við það svar frá formanni verkefnisstjórnar þáverandi að samkvæmt lögunum þá væri það ekki hlutverk verkefnisstjórnar að meta orkuþörf og orkuöryggi. Þannig að ég sýnist að þetta sé mjög jákvæð framför varðandi verkefni faghóps 3. Því að sjálfsögðu teljum við það skipta máli út frá samfélagslegum þáttum og þjóðhagslegum þáttum að þessir þættir komi inn í matið. Þannig að ég vil bara lýsa ánægju minni með það. Þannig að enn og aftur ekki spurning, en nú kemur spurning. Og hún snýr að því að faghópi 3 virðist alltaf að taka það inn sem matsþátt hver heldur á virkjunarleyfinu. Og ég velti því svona fyrir mér bara lögfræðilega sér, stenst það að það hafi áhrif á röðun virkjunarkosta, hver heldur á virkjunarleyfinu eða rannsóknarleyfinu réttar að segja. Því virkjunarleyfi kemur sannarlega síðar. Á það skipta máli hver að leggja fram virkjunarkostin og stenst það bara jafnræðisreglu, stenst það þá staðreynd að orkan á markaði og orkuframleiðslan á markaði. Og það ekki verkefni annars staðar í löggjöfinni og að draga fram hvernig á að tryggja auðlindarentuna, rétta skattheimtu og svo framvegis. Þannig að ég spyr mig einfaldlega, gengur þetta upp? Takk hérlega fyrir góðan fund og fróðlegan og athyglisvert að sjá inn í þessa vinnu hjá ykkur. En annað sem líka við höfum velt fyrir okkur svona í orkugeiranum er svo staðreynd að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna talað það að ég var í heildarendurskoðun á lögunum vernd og orkunýtingaráætlun og við bíðum reyndar mjög spennt eftir því að sjá hvernig því vindur fram og hvernig það verður þá sett í samhengi við þá vinnu sem hér greinilega í gangi. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá skulum við fá aðeins viðbrögð eða svör. Ef við byrjum bara á þessari beinu spurningu eignarhaldi, Jón. Hvort að það standist að hafa það til viðmiðunar? Já, ég bara þakka fyrir spurninguna. Þetta góð spurning. Og ég ekki lögfræðingur þannig að ég get eiginlega ekki svarað henni. En þetta í rauninni við erum að hluta til að byggja þetta á bara svona því sem við höfum fundið fyrir á í viðtölum og könnunum og öðru að fólk gerir greinamun á opinberu eignarhaldi og eignarhaldi. Og það hefur áhyggjur af því að ef að orkukostur í einkaeign þá fari arðurinn annað heldur en til samfélagsins. En það þarf bara að skoða lögfræðilegu hliðina að þessu. Þannig að ég ætla bara að halda því opnu.
En varðandi hérna spurningunum með kynningarnar sko, að er hægt að gera rétta mælingu svona snemmi í ferlinu. Þetta líka góð spurning og við höfum náttúrulega staðið frammi fyrir því að virkjunarkostir sem eru lagðir fram í rammaáætlun, þeir eru oft ekkert kynntir og það hefur jafnvel ekkert verið talað við sveitarstjórnir sem í viðkomandi sveitarfélögum. Og þetta auðvitað, ég tel þetta vera svona eitthvað sem þyrfti að breyta. Ég tel að það ætti að vera einhvers konar kynningarferli í upphafi, þannig að allavega sveitarstjórnir og helst íbúar viti hvað þetta snýst um. En sko, svo get ég bara sagt, þetta auðvitað svona kvikt allt saman. Samfélagið kvikt, skoðanir íbúa eru kvikar og þær breytast auðvitað líka í samræmi við upplýsingar sem að fólk fær. Þannig að en við erum svona snemma í ferlinu og við erum að einhverju leyti að reyna að meta þetta. Bara búið að kynna þetta eitthvað fyrir íbúum og svona hverjar eru fyrstu hugmyndir íbúa þessi verkefni. Takk. Takk fyrir kærlega. Þá var eftir einn punktur sem var varðandi jöfnunaraflið og hvort það væri rétt að vera reyna að gera ráð fyrir taka það inn í mat faghóps 4. Já, akkurat. Já, hvort það þurfi, svo ég endurteki það. Já, ég bara innilega sammála Finni það að orkugeirin á fleygiferð. Það sem við ræddum á honum flutningskerfið, það að breytast með, hvað heitir hún, Holtavörðuheiðarlínan, ef ég man rétt. Það eru virkjanir, vatnsaflsvirkjanir á Teignirborðinu sem við erum væntanlega að auka þegar möguleika á jöfnunarafli. Og síðast en ekki síst að þá Landsnet eða dótturfyrirtæki Landsnets að þróa eða reyna að koma á virkum raforkumarkaði. Það kannski stóra svarið við þessum áhyggjum jöfnunarafli í framtíðinni. En eins og staðan í dag að þá erum við að reyna að kreista út úr Landsvirkjun hvaða verðmiða þeir myndu setja á svona jöfnunarafl og við fengið svona ákveðna hugmyndir en ekki endalegt svar. Takk fyrir það. Það eru nokkrar áskoranir augljóslega í þessu. Líka að meta samfélagslega áhrif af framkvæmdum sem eiga kannski eftir að breytast og eiga mögulega eftir að breytast mjög mikið. Framkvæmdaraðilum hefur farið mjög mikið fram í samráði og það orðið bara heilu deildirnar. Búrfellslundur bara fínasta dæmi framkvæmd sem breytist mjög mikið yfir tíma og það auðvitað áskorun að meta samfélagslega áhrif á einhverju sem á eftir að fara í samráð með. Þannig að það nokkuð svona atriði sem augljóslega eru áskorun fyrir hvaða aðila sem að spreyta sig á svona mati, alveg klárt. Vitið þú bæta einhverju við, Jón? Já, mér langaði bara aðeins til að bæta við spurningarna frá þeim hjá Samorku varðandi það verið að meta viðhorfinu réttan hátt þegar það svona snemmi í ferlinu. Það mjög mikilvægur punktur í þessu öllu saman og það tengist að punktunum sem var nefndur í samt við endurskoðun á lögunum sem við gerum ráð fyrir eins og þið að verði ráðist því á kjörtímabilinu eins og þar var sagt að við myndum telja mun heppilegra þegar að virkjanakostur sendur rammaáætlun. Við teljum að hendi mjög vel að greina vindorkuveri í rammaáætlun, fallir bara alveg skínandi vel þar af. En það væri auðvitað heppilegra að það væri búið að eiga sér stað mögulega til dæmis einhver ábygging sveitarfélagsins áður en að kosturum færi til Orkustofnunar og til stjórntækisins. Að það væri bökuð inn einhvert samtal heima í héraði áður en að, eins og Jón Ásgeir nefndi einhvern tímann í faghópi 3, að hann einhvern veginn bara að koma út einhver staðar og segja fólki það að koma hérna virkja og það verður enginn að nefnda. Þannig að já, rammaáætlun myndi fagna því ef þessar umbætur verður gerðar á ferlinu sjálf. Það myndum við telja bara mjög af hennu góða. Og einmitt líka bara taka undir því samt við hagkvæmni og arðsemi að við skiljum okkar vinnu sem samfellu vinnu. Þannig að það dýnamist umhverfið, breytingar í umhverfinu. Þannig að það voru nefndir vindorkulundur eins og til dæmis í vindorkuverið við Búrfell. Það hafði farið til rammaáætlunar, tekið breytingum. Þannig að
Þannig að það er mjög mikilvægt að skilja að þetta á ekki að vera sko einhvers konar spennitrey, ef við getum notað þá vondu myndlíkingu, heldur í raun og veru ferli sem að geti verið kvikt og þá að þær breytingar sem verði geti spilað inn í. En við hljótum alltaf á hverjum tíma þegar við erum að vinna vinnuna að þurfa að miða við þær upplýsingar sem liggja þá fyrir á hverjum tíma fyrir sig. Svo langar mig til að bregðast við það sem að Baldur nefndi í sambandi við fjölþáttagreininguna og að það getur verið fleiri en einn þáttur í sami þátturum finnist í mögulega vinnu tveggja faghópa. Þetta bara rosalega mikilvægur punktur og mikilvægt fyrir verkefnisstjórn sem að reyna samþætta afurðir faghópana að fjölþáttagreining, það eru náttúrulega ýmsa atriði í því. Við þurfum auðvitað fyrsta lagi að hafa opin augu fyrir því, eru allir þættir með? Nú svo í öðru lagi þetta sem þú segir, eru einhverju þættir tvíteknir eða þríteknir eða vanreiknaðir. Og svo það þessi klassíska spurningum hvað síðan endanlegt vægi hvers þáttar. Þannig að bara svo ég dragi það fram líka að við erum mjög vel meðvituð þessa þætti í aðferðafræðinni, en bottom line samt sem áður við teljum þetta mjög heppilega leið til þess að undirbyggja seinni tíma ákvarðanatöku. Því þá liggja upplýsingarnar allar mjög vel fyrir þegar kemur að því að ákvörðunin tekin af Alþingi. Já, takk fyrir. Ég sagði við getum verið fram í hádegi en það var ekkert sérstakt markmið. Það eru 2 eftir á mælendaskránni allavega enn sem kom ég veit ekki hvort það er meira netinu. Við höldum áfram og hleypum allavega þessum 2 að. Já, góðan dag og takk fyrir mjög skemmtilegan og upplýsandi morgun. Ég heiti Aðalheiður Jóhannsdóttir og er prófessor hér við Háskóla Íslands. Ég bara með eina litla saklausa spurningu. En hvernig hefur aðferðafræðin, og það er fyrst og fremst að hugsa aðferðafræðina í hópi 1, hvernig hefur aðferðafræðin verið aðlöguð að lögum stjórn vatnamála og hvernig stendur síðan til að aðlaga heildarniðurstöðu 5. áfanga af þessari kröfu að það sé samrýmanleiki á milli vatnaáætlunar og þessarar áætlunar sem verið að undirbyggja. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Hanna, vilt þú gera allu að þessu? Takk fyrir þessa spurningu Aðalheiður. Ég get svarað seinni partinum fyrir hönd verkefnisstjórnar. Við erum bara ekki komið svo langt ef ég segi það bara alveg hreinskilnislega til þess að gera það. En við höfum aðeins lítið til þess og það sem að margumrætt jöfnunarafl hefur til dæmis komið hér upp í umræðunni og það getur haft tengingu við þetta sem þú nefnir, sem þessa vatnatilskipunina að og þið leiðir þetta með virkjana fróðara fólk en ég að mjög stór partur af íslenskum vatnsaflsvirkjunum hafa verið byggðar upp sem í raun og veru einhvers konar svona baseload því að stóru kaupendurnir hafa verið stór iðnaður. Þannig að það er ekki byggðar með mikla sveiflu í hug. Og til dæmis hefur það orðið, eins og ég skil rétt með Blönduvirkjun, að Blanda hefur orðið af ljómandi fín laxveiða á eftir að Blönduvirkjun var byggð. Ef þetta sveiflenni, þá mögulega myndi það geta leitt til þess að Blanda myndi þotna upp stundum. Og eins og ég skil meðal annars ýmislegt sem kemur úr vatnatilskipunina, þá geti það haft áhrif á svona hluti. Þannig að við þökkum bara fyrir ábendinguna að þetta þarf klárlega að fara inn í það þegar við mótum okkar hugmyndir á seinni stigum, en við erum ekki komið svo langt að gera það. Já, takk hérlega fyrir spurninguna og takk fyrir alla þessa góðu umræðu í dag. Já, bara takk fyrir þessa ábendingu. Það hafa ekki verið mikla breytingar á aðferðafræðinni í síðustu áfengum. Það hafa verið svona smávægilega, litla breytingar, þar sem búið að fara bara mjög gaumgæfilega yfir rauninni, hvort það sé eitthvað sem við þurfum að breyta. En við erum að fara núna gaumgæfilega yfir aðferðafræðina, hvort það sé eitthvað sem við viljum breyta núna í 5. áfanga, þannig að við munum svo sannarlega kíkja á þetta, skoða þetta mál. Þannig að ég hef ekkert svona sérstakt svar núna en við munum skoða þetta ásamt öðru. Takk fyrir Hafdís Hanna og Jón Geir. Þá er það Magnús aftur og kannski ekki svona margliða eins og áðan. Ég skal reyna að vera mjög stuttorður.
Það er eitt orð sem að hefur ekkert verið fjallað og ég hef ekkert heyrt í umræðum rammaáætlun. Það er hins vegar skilyrði í mati og umhverfisáhrifum. Það er mótvægisáhrif. Og þá velti ég fyrir mér hvernig eiga mótvægisáhrifin að koma inn í verkefnavinnu rammaáætlunar og á það að koma þangað inn. Vegna þess að það er augljóst að virkjunaraðili þarf og skal setja fram mótvægisaðgerðir við þau umhverfisáhrif sem að verkefnið verður gerir. Þannig að mér finnst það mikilvægt að það komi hérna inn í þessu umræðum. Svo bara aðeins hérna jöfnunaraflið. Ég seti efasemdir að þetta eigi heima í þessari rannsókn, einfaldlega vegna þess að það þarf ekki jöfnunarafl, til dæmis til þess að framleiða rafeldsneyti á staðnum. Þannig að það er hægt að gera það án þess að hafa jöfnunarafl. Þannig að meta vindorkukost út frá jöfnunarafli, að þörf á jöfnunarafli er ekki endilega nauðsynlegt. Síðan bara einn punktur sem á kannski ekki teima hér, en ég set líka spurningamerki við að hversu mikið jöfnunarafl er til staðar, á hvaða verði Landsvirkjun ætlar að kaupa jöfnunaraflið af sjálfum sér, vegna þess að annars eru þeir í betri samkeppnisstöðu að selja raforkuna frá vindorkugarðinum sínum heldur en einkaaðilar á markaði sem þurfa að kaupa jöfnunaraflið á markaðsverði af þeim sjálfum. Akkurat. Ein ábending og ein spurning, skulum við segja, og það var þá spurt mótvægisaðgerðir sem eru tilskildar. Já, takk bara fyrir enn og aftur góða spurningar. Mótvægisaðgerðir hafa bara einfaldlega ekki verið hluti af stjórntækjum rammaáætlun. Þannig að það er ekki lagt mat á neina möguleika þeirra og það er ekki beðið það. Þannig að það er bara stutta svarið. Þannig að það er í raun og veru eitthvað sem er þá viðfangsefni mats- og umhverfisáhrifum og það er bara þannig. Hvort að það eiga heima er svo alveg allt önnur umræða sem við náum ekki núna hér skilur og gæti kannski snúa okkur í hring. Varðandi jöfnunaraflið þá finnst mér í því samhengi og þessara vangaveltna sem þú ert með, þetta tengist alltaf mikið þeirri vinnu sem við vitum að er í gangi á vegum stjórnvalda bara ytri ramma vindorkunýtingarinnar í landinu. Þetta eru bara hlutir hvað á heima í rammaáætlun, það á þetta heima í hakka með arðsemi, það getur ekki verið skilið frá því. En ef þetta er einmitt rafhlaða eða vetni eða einhverjir hlutir, þá er það bara hlut af einhverjum betri skilning. Þannig að við bara fögnum því ef það kemur einhver skýrari sýn á það bara léttir lífið, það sé ekki verið að beina einhverjum spurningum til rammaáætlun það sem eigi þó kannski ekki við þar. Þannig að í framtíðar uppbyggingu hvaða hlutverki þessi sveiflukenndi orkugjafi sem vindorkan hvaða hlutverki hann getur geymt í lokuðu orkukerfi Íslands finnst okkur vera hlutur sem að þessi vinna stjórnvalda vonandi núna leiðir betur fram, bara skilningin á því og hvernig kaupin á eyrunni að ganga fyrir sig með þetta. Takk hérlega fyrir. Ég var að spyrja Herdísi hvort það væri komið eitthvað meira á netinu. Nei, ég getur svo aðeins bætt við mótvægisáhrif. Já, Herdís ætlar að bæta aðeins við síðasta punkt. Já, ég er kannski lengra á stofnanaminni ramman heldur en flestir, en allavega, varðandi mótvægisaðgerðir, að það var, sem sagt, þetta var tekið til skoðunar í 3. áfanga, hvort ætti að hafa þetta með, og það var ályktað, í fyrsta lagi það var ekkert fast í hendi með það að það verði ráðist í þessar mótvægisaðgerðir, þess vegna þótti ekki alveg rétt að taka þær með inn í einkunnagjöfina. Og auk þess þótti þetta skapa of mikinn aðstöðumun á milli virkjunaraðila. Það er ekki allir sem að hafa tök á því að útfæra mjög flóknar og viðamiklar mótvægisaðgerðir á þessu stigi sem rammaáætlun er. Þannig að þetta var rætt í 3. áfanga. Takk fyrir kærlega. Ég er þá jafnvel sem að gera allu að því að ljúka þessu fundi bara. Og við stóðum við það að fara fram í hádegi en ekki mjög langt. Þannig að já, það er held ég alveg augljóst að svona fundir eru ákaflega nauðsynlegir og gagnlegir, bæði þannig að þeir sem að hagsmuna hafa gæta heyri hvað er að gerast og hvað er í gangi og hvaða pælingar eru uppi og eins fyrir verkefnisstjórn að fá viðbrögð og fá viðnám og atriði til að hugsa og nota við áframhaldandi vinnu. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt. Þannig að það er formáls sem segja til það og kannski verkefnisstjórnarnar allar en ég held að það væri alveg góð hugmynd að halda reglulega svona fundi.
eftir því sem að vinnunni vindur fram. Eins og þið sjá að þá er mjög margt að gerast og þið tóku eftir því að það eru nokkrir nýjir þættir sem eru að koma eða breyttir þættir inn í matið sem er alveg full ástæða til þess að fylgjast með. En kærar þakkir fyrir komuna og kærar þakkir þið sem að voru í streyminu. Megi dagurinn verða ykkur ljúfur og góður og lifið heil.